Komið í sæl, það sunnudagur og þá eru sýnir Egils hér á dagskráni. Þessu sinni verðum við með fína viðmælendur í seinni hlutanum hjá okkur. Þá koma til okkar Ólína Kjerúl, Þorvarðardóttir, Breki Karlsson sem formaður Neytendasamtakanna og Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur. En hingað er komin Heimir Már Pétursson, framkvæmdastjóri Flokks fólksins. Þingflokksins. Já. Þingflokksins. Já. Og Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar og Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Þetta eru miklu titlar hjá okkur. En í fréttum ýmislegt búið að vera. Kannski það ónotalegasta er þessar hópnauðganir sem hafa verið. Þetta svona skuggalegt og talan ekki það að þeir sem eru sakaðir um þetta, þeir ganga lausir að það er ekki hvergi pláss til að úrskurða gæsluvarðhaldi, hver er ekki að geyma á? Já, ekki í gæsluvarðhaldi og einmitt þetta komið fram og maður hugsa bara hvað öryggi kvenna, allt þetta hefur komið fram og hvað svo. Það eru þetta bara mjög óhugnalegt að heyra þessu og það hefur líka komið fram í umfjölluna að það eru fleiri, það virðist vera fleiri sem eru þá að stíga fram og greina frá hópnauðgunum, ofbeldinu og maður veit ekki hvort það sé þá fjölgun eða hvort að fleiri sé að stíga fram en allavega ég sá eitthvað svona viðtal þar sem að talaði um hvað 6 á þessu ári sem hefur verið tilkynnt sem var bara sami fjöldi held ég á árið 2023 og árið einmitt er ekki hálfnað. Já, þú meina allt árið 2023. Þetta er bara hræðilegt að heyra þetta. Þetta er bara, já. Ég heyrði áðan í svona viðtal við formann Frama félags leigubílstjóra og þá er þetta sem búið að koma fram að konur óskóft eftir að fá kvenkins leigubílstjóra en það er bara 8% held ég að hafa sagt í félaginu sem eru konur og hefur fækkað. En er þetta ekki orðið svolítið svona geggjað að konur þurfa að óttast í leigubíl? Það er náttúrulega bara ömurlegt að konur þurfi yfirleitt að óttast í samfélaginu. Það er náttúrulega bara hræðileg staða að konur þurfi þess og því miður þá eru til óforbetranlegir menn sem að nýta allar aðstæður sem í boði eru og það þarf ekkert leigubíla til, það þarf bara skemmtistaði til og bara götur borgarinnar almennt til þess að menn með einbeittan brotavilja komi sínu fram gegn konum og það er náttúrulega bara alveg ömurlegur veruleiki að það skulle vera þannig fyrir konur. Að þær get ekki gengið einar og frjálsar samfélagið eins og aðrir. Þessar sem eru ganga lausi núna, það var ekki tengt leigubíl. Það var svona menn sem voru inn á skemmtistæði og virtust svona vera búin að plana alla. Já, það er náttúrulega mýmörg dæmi það að konur hafi verið beittar byrlunum á veitingastöðum og síðan farið með þær annað til þess að fremja brota á þeim og það er ömurleg staðreynd og þó konur sé miklu meirihluta sem brotaþolar í þessu þá er hinn dæmin til líka og það er bara ömurlegt að skuli vera fólk á ferðinni sem að hafi svona brotavilja og brjóta með þessum hætti gegn öðru fólki, það er náttúrulega bara viðstig. Já, ég tek undir það og konur hafa aldrei átt almannarýmið til jafns á við karla. Nei. Og þetta er bara eina birtingamyndum þess. En það er samt þannig, að þú horfir á tölfræðina að hættulegasti staðurinn fyrir konur er samt inni á heimili og oft á sínu eigin heimili. Og ég held að það skipti mjög miklu máli núna því að einhvern veginn þvældist þarna saman hjá þessar hópnauðgunarfréttir á tengslu skemmtistæði og svo þessi leigubílamál og það er mjög mikilvægt að skilja bara eðli og umfang ofbeldis og kynferðisofbeldis og ofbeldis gegn konum hvar það á sér stað og hversu bara inngróið það er í menninguna. Og þetta er bara veruleiki sem konur hafa búið við bara alltaf. Og gerendur eru af öllum stærðum og gerðum og öllum litum og stjættum og þar fram eftir göttunum. En eins og ég segi, og bara langflestir eru menn sem að tengjast konunum persónulegum böndum, annarkvort í samböndum eða fjölskyldu eða vinir eða eitthvað slíkt.
og ég held að það skiptir þetta aldrei miklu máli þegar að koma upp svona stór mál sem að þarf að fjallum, að við höfum þetta alltaf hugfast, bara hvert svona eðli ofbeldis gegn konum er. Og að, þó að það komi svona fregnir þá þetta kannski ekki einhver stereotýpa geranda eða ofbeldismanni sem að birtist okkur í einstökum fréttum. Það fara víðar þær fréttir þar sem að gerandinn af veljendum uppruna. Já. Það eru frekast sagða fréttir af því. Og líka þegar hann er ókunnur. Já, og umræðan á eftir felst í því að það sé aukið ofbeldi gegn konum út af innflytjendum eða út af breytingum í kúltúr meðal ungra manna. Á meðan að eins og Hallar að benda á að konunist hafa mest ógnað þeim sem hún þekkir. Ekki hinum ókunnu eða útlenda eða þeir sem heitir á skemmtistað. Það var gert mjög... Ég ætla ekki að fara að banna fólk að tala um það. Nei, það er mjög mikilvægt að tala um það. En bara þegar maður heyrir svona rasisma og annars slíkt fléttast inn í svona umræðu, það verður maður náttúrulega að rísa upp og benda á umfangið. En það var gert nefnilega mjög áhugaverð rannsókn á þessu í Svíþjóð fyrir örugglega 20 ára síðan eitthvað, sem að fræðafólk fylgdi öllum tilkynntum málum í gegnum réttarkerfið. Og þá kom í ljós að ef að þú og nú setjum ég þetta svona aðeins innan gæsalappa, ef þú nauðgar upp samfélagshóp, þá eru miklu meira líkur á að þú sért kærður, handtekinn, ákærður og sakfelldur. Já, bara hengdur í tré, svo við vitum söguna í bandinu. Þetta bara segir okkur rosalega mikið líka, bæði viðhorf til þessara einstaklinga en líka viðhorf til kvennanna, hver það er sem á að njóta verndar. Og við virðumst upplifa það með einhverjum alvarlegri hætti ef að það eru ekki skýr félagsleg tengsl og skýr félagsleg undirskipun konunnar í ofbeldismálum. Þannig að þetta held ég að skipti miklu máli í þessari umræðu. Karla með lága stöðu, ef þeir nauðga, það er alvarlegra. Já, og þegar konum með lága stöðu er nauðgað, þá er það minna alvarlegt heldur en konum með háa stöðu. Og þetta finnst mér bara... Þannig að kallinn er með háa stöðu. Eða yfirburðastöðu. Já, ef kallinn er með einhvers konar félagslega yfirskipun á konuna, þá er öllum sama. En ef þetta er eitthvað að snúast við, þá förum við svolítið á flug. Já, en fyrir svo mörgum ára síðan, þegar ég var nýliði á DFF og var með löggufréttirnar, að þá kemst ég einhvern dagar að því að kona hafi kært nauðgun. Og ég fer að vinna í málinu og þá segir RLR, eða rannsóknarlögreglan eins og hér segir við mig, Sigurjón, býttu bara rólegur, þetta verður dregið tilbaka. Já, og ég þetta er menn sem ég hafði haft samskipt við og allt í góðu og ég býð með þetta og svo er kæran dregið tilbaka. En svo oft hugsa síðar, af hverju var kæran dregið tilbaka? Og af hverju vissi hann það mitt? Já, af hverju, leti bara plata með hana, þó að fréttin hún er í löngu farin og öllum gleymd, það er ekki stóra máli, heldur, eru kannski þvinganir eftir á. Ég lenti í mjög sérkennilegu samtali daginn, þar sem var maður sem ég bara þekki ekki mikið til, sem var að halda því fram að þegar að leigubílstjórar hafi verið innfæddir, Íslendingar, að þá hafi ekki átt sér stað árásir á konur, ekki nauðganir af hendi leigubílstjóra, en þetta hafi versnað eftir því sem að þjóðerni leigubílstjóra hefði eftir því sem að kæmi fleiri erlendis frá. Og ég veit ekkert það, en mér fannst sérkennilegt að halda því fram að tilkynningar segja alla söguna, af því að þetta verða konur fyrir ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi og árásum og eru ekki allar að tilkynna slíkt. Þannig að það gefur ekkert eitthvað svona rétt að mynda stöðinu þó enginn hafi tilkynnt neitt að þú getur þá bara haldið því fram að það hafi aldrei átt sér stað. En svo held ég bara líka nefna, ég held ég að fara rangt með tölfræðina áðan, en það virðist vera svona eins og sé að koma fleiri mál upp á yfirborðið eða þá fleiri mál eiga sér stað og þetta er náttúrulega bara algjör hryllingur. Það kom fram í fréttum í vikunni þessi mál að það hafa borist fleiri tilkynningar til stígamóta heldur en til lögreglunar. Þannig að það er það sem þær eru að segja hér að konur fari ekki alltaf alla leið í réttarkerfið vegna þess að þær vita, það sem flestir vita, að það er mjög erfið leið og niðurlægingin og hvað ég var að segja álagið sem fylgir því að fara í gegnum réttarkerfið er mjög mikið. Þannig að það eru mjög fleiri sem að leita til þeirra sem er að aðstoða konur og aðra sem að lenda í kynferðisofbeldi þangað heldur en til lögreglunar. Það er eins og konur hafa sagt þegar að líkaminn verður glæpavettvangur.
það er svolítið svona kaldhæðnislegt. Já, þetta stendur mér svolítið næri. Ég tók nú dálítið mörg ár, ég vel hálfan annan svona áratug í að berjast í þessu málaflokki nákvæmlega. Og og sem að meðal annars dróð mig inn í það að vinna fyrir ríkisstjórn sem einu sinni var, gagngert að því að vinna að réttarbótum á réttarstöðu brotaþola. Og þar hefur alveg talsvert vatn runnið til sjávar, en það breytir því ekki að réttarkerfið er bara svona í sögulega og hefðbundið á mjög erfitt með að höndla kynferðisbrot. Það skilur miklu betur brota á eignarrétti og svona ofbeldi á götum úti, en þessi svona flóknu, flóknu svona samfélagslegu tengsl sem að birtast í kynferðisbrotum og hafa ofboðslega áhrif á það hvernig brotaþolar stiga frá, hvernig skýrslutökur ganga fyrir sig, að réttarkerfin hafa átt mjög erfitt með einhvern veginn að skilja það. Og eitt sem er til dæmis mjög gott dæmi er að þegar fólk lendir í áföllum, þú getur verið að keyra og þú manst ekkert hvað var að gerast, jável þú getur verið að keyra fullur, þú manst ekkert hvað var að gerast, en svo veltir bílnum og þú manst bara hverja einustu sekundu rétt að þú veltir bílnum. Ef að þú uppfærir þetta inn á upp á kynferðisbrot, þá getur verið ýmislegt í gangi fyrir brotið og jável eftir brotið sem þú manst ekki, en þú manst mjög skýrt atburðarásina þegar þú verður fyrir árás. En þegar þú ert tekinn til skýrslutöku hjá lögreglu fyrir dómi, það er ofboðslega fókus á allan þennan tíma. Bara hvað var að gerast undan og hvað varstu búin að drekka marga drykki og í hverju varstu nákvæmlega og í hvað herbergi gerist það. Og síðan verður eitthvað misræmi í frásögninni þar og við erum náttúrulega svolítið, við erum þannig, eðli okkar er þannig að við viljum svara spurningum, þannig að við reynum stundum að svara spurningum sem við vitum ekki alveg svara við. Og svo verður eitthvað misræmi í einhverju frásögninni þar, eða var í herberginu þarna, þau voru ekki í þessu herbergi, að þá er það farið að álíta það sem er mjög eðlileg afleiðinga áfalli, farið að líta það sem eitthvað svona sérstök ástæð til þess að það sem þú ert að greina frá sé ekki satt. Þannig að fullt að svona og réttarkerfi ætlast til að þú segir frá í línulegri frásögn. Þú byrjir bara, já, þetta hóst nú þarna og síðan fór þetta að hanga og svo gerist þetta og svo lýsir þér hryllilegast ofbeldi sem það orðið fyrir í lífinu og gerir það bara eins og sérst bara að endur segja bara, Harry Potter eða eitthvað. Og svona virka manneskjan ekki. Þegar fólk er í áfalli, þá tjáir það sig ekki svona skipulega. Þannig að við höfum verið að reyna að færa inn í réttarkerfi þekkingu á því hvernig fólk í áfalli og sérstaklega áfalli eftir kynbundið ofbeldi tjáir sig og hvernig það hægðar sér. En þetta hefur gengið frekar hægt, en er enga síður mjög mikilvægt. En er álíka jafnt mikilvægt að hafa kannski bókara sem meðdómenda ef það verið að fjalla bókhaldsvik? Það verður að vera þekkingin í dómskerfinu til þess að eiga við brotin sem eru framinn. Og skýrstjóra þegar eru sjóslýs? Og ég skjóta einu sem ég veit ekki alveg hvort að því að einhver leiti er þetta sem að samfélagi þarf að gangi í gegnum umræðu til þess að stjórnmálinn og svo réttarkerfið breytist. Að einhvern tíma nýtti ég löngu tíma inn á tímarit.is að skoða hvernig fjölmiðlar hefðu fjallað nauðganir. Sló inn, þú veist, mér var nauðgað, kærði nauðgun, alls konar útgáfur af þessu. Fyrstu, því að þú nefndir þetta sem að Erlendur sagði, fyrstu fréttirnar eru rangar sakargiftir kvenna sem eru í Mánudagsblaðinu og slíkum miðlum svona á 7. áratugnum og aðeins fram yfir 8. áratuginn. Það er sér berjandi tilbaka eða eitthvað? Já, það eru bara hvað konur eru, eða tilteknar konur, er að grafa undan köllum með því að saka nauðganir. Ekkert nauðganir. Síðan fara að koma inn fréttir frá erlendis frá nauðganir sem eru notaðar í hernaði. Einhver leitur nauðganir í New York, ég veit ekki þeir sem eru eldri munið eftir þessuna þegar New York var að hrynja í þessu samfélag og við fengum svona fréttir af svona glæpaöldum þar, ekkert íslenskar nauðganir. Svo allt í einu fara að koma inn reynslusögur undir nafnleynd, svona mér var nauðgað sagt frá því, sem einkanlega frásagnir kvenna sem eru að lenda í einhverju svona einkanlegu vandamáli. Já, það er ekki fyrir en að vera birtir 3 saman viðtölum konur sem var nauðgað. Það sem er svo stilt upp sem samfélagslegu vandamáli. Já, Vera var hvað? Segja það. Vera var blað sem að drenginga út. Já, sem að hvernig frambóði gaf út eða ekki? Jú, mér minni það. Frambóði, tímarit. Og síðan eitthvað líða kannski svona 2-3 ár og þá fara að koma sambærilegar umfjallanir í svona það sem að kalla götublöðin sem var svona pressan og blöðin sem að viðunum á og eitthvað fleira. En svo hélt ég áfram að þetta er kannski svona 10 ár sinni ég var að skoða þetta. Þá var ekki þá komið þessu umfjöldin inn í Morgunblaðið. Hvað ertu komið þá?
þá var ég komin bara eftir hrun, sko. Nei, þetta nú ekki alveg rétt, sko. Það svo seinna, sko. Því upp úr aldamótum fyrir Morgunblaðið að fjalla þetta og upp úr aldamótum og ég man eftir svona stórum bálkum þar því að ég byrjaði sem blaðamaður á Mokkanum 2003 og þá þegar var komin ákveðin umfjöllun sem við byggðum á en ég man alveg eftir því og það átti ekki bara, ég var blaðamaður 2003 til 2009 og fjallaði mjög mikið kynferðisbrot og vændi íslensku samfélagi klám og bara öll þessi mál og og eitt af því sem ég reyndi alltaf að gera var að draga alltaf fram sko ofbeldismennina, ekki alltaf bara henni var nauðgað, kona var keypt og þetta þótti og ég þurfti að berjast mjög mikið fyrir þessu og var álitin ekkert bara af endilega kollegum mínum á Morgunblaðinu, þetta bara í stéttinni blaðamannsstéttinni að ég væri alveg ofboðslega pólitísk og þetta væri rosalega svona pólitísk blaðamennska og ég ætti eiginlega ekki að hegða mig svona og ég væri bara að reyna að nota blaðið í pólitískum tilgangi þegar maður var að reyna að draga fram sko sannleikan eðli kynferðisofbeldis og það voru allir öðruvísi endir en það sem ég er eiginlega að segja er að þessi umfjöllun hefur alltaf verið boðflenna og það hefur þurft að berjast fyrir því að hún fá að vera og ef það er 2004 til 2009 þar sem þetta komið inn á vettvang Morgunblaðsins sem er svona megin strömmur ykkur, sem er kannski ekki lengur megin strömmur, að þá er þetta við með kannski sko 40 ára sögu þar á undan þar sem að þessi mál eru eiginlega svona að skemma partíið sko, ef þú ætlar að vera með fréttir að þessu, þú skal nú bara bíða aðeins, þetta verður nú hverju, þú veist, þetta er bara raunveruleikinn og ég held að við séum ekkert komin eitt rosa. Það heldur ekkert, í þessu svo með Mánudagsblaðið sko, þar var líka einu sinni fyrirsögn sem var kynvillingur staðina verki með negra og þannig að það er ekki nema einhverju áratugi síðan að það var það var í stríðinu það var ekkert í stríðinu nei, við erum að tala bara Íslending, hvítan Íslending sem var staðina því að eiga samniti við negra og ég er að tala orðanotkunna og það er nú ekki lengra síðan en það og ég man eftir umfjöllunum með sko homma sem er lamin og það er eiginlega fréttin það að hann hafi viljað kalla þetta yfir sig og það er meiri sem verið komið nálægt 1980 þar sem er morð á samkynhneigðum manni sem að öll frétta umfjöllun bara í venjulegum fjölmiðlum á Íslandi er eiginlega að hann hafi kallað þetta yfir sig maðurinn. Líka þessi innbyggði efi einhvern veginn að kona stígi fram og það er ekki bara eitthvað svona hræðilegt það sem þú veist að segja mér, þessi innbyggði efi ertu viss, gerist þetta svona varst þú að misskilja og ég sá umræðu á netinu sem var mjög svona áhugaverð ef við hugsum til dæmis bara búðareiganda, það fram glæpur hann hringir í lögregluna og segir bara einhver kom inn og bara var að ræna mig og tók bara pening úr kassanum og tók fullt af núðlum og þú veist ég er ekki að segja þetta sé sambærilegt en þú veist við erum ekkert eitthvað svona ertu viss, getur sannað það bara maðurinn kom inn og hann bara réðst hingað inn og bara tók allt frá mér og bara er það samt, var þetta kannski misskilningu, gleymdi hann kannski bara borgarni, hann var bara með lambúsettu og var að ógna mér og bara kannski bara þú veist fattaði hann ekki að nátt eftir að skanna korti En sko þetta okkur finnst svo erfitt að trúa því að svona hræðilegt ofbeldi eigi sér stað. Okkur finnst þægilega að trúa því að sé bara einhver ruglaða konu sem sé alltaf að búa þetta til. Bara eitthvað hefna sín og eitthvað skilji. Þannig að við einhvern veginn og mér finnst núna sko og það er reynda munur sko frá því sem var þá var bara einhver talaði nauðgana þá var bara álitið að það væri líklega vitleysa. Núna er það ekkit endilega að tala vitleysa fyrr en þú nefnir einhverja gerendur. Þá er það undantekningarlaust. Tala óbúslega flókið, að þvælist málið alveg svakalega. Þannig að en ég held að þetta sé bara að fólki finnst þægilegra að trúa því að einhver ljúgi, einhver svona, heldur en að bara horfast í augu við það að þetta samfélag er grasserandi ofbeldi gegn konum. Það er bara grasserandi og það er hræðilegt. Og við ættum að vera með aðgerðir þannig. Þetta var aðgerða áætlun. Hvernig ætti að gera þetta? Það ætti að vera einhvern við vorum við Rauðaborð eitthvað í vikunni að ræða og þá var nefnt svona sérstakur dómstóll og eitthvað fleira. En það eru aðgerðaáætlanir, sko, það er alveg, þú veist, þingsályktun frá Alþingi og Reykjavíkurborg hefur verið að gera mjög góða hluti í ofbeldisvarnarmálum. Þannig að það er alveg aðgerðaáætlanir og það er alveg fullt af fólki inn í þessum kerfum sem hefur verið að vinna og berjast og þoka hlutum áfram.
En þetta bara mál af þeirri stærðargráðu að þetta bara rosalega erfitt að ná samfélaginu í að uppræta þetta og vera tilbúið til að takast á við veruleikann eins og hann Núna erum við með hópnauðganir, 2 eða 3 kallar og 1 kona. Staða hennar hlýtur þá að vera ef þeir eru búin að bera sig vel saman, að þá staða hennar ábyggilega þess erfiðari ef þeir eru 3 sem að segja söguna á. Já, svo náttúrulega búum við í heimi þar sem að bara ungmenni hafa núna áratugum saman haft óheft, eða klámiðnaðurinn hefur haft óheft aðgengi að ungmennum og þú veist, bara niður í bara 8 ára. Þau eru meðaltali, held ég samkvæmt síðustu rannsóknum sem eru gamlar, svona 11 ára, þegar þau sjá klámefni í fyrsta sinn. Ekki að því að þau eru að leita því, heldur að því efnið kemur og finnur þau. Og við sem höfum reynt að reisa varnir gegn þessu, höfum reynt að leggja til, eigum ekki að reyna finna einhverja leiðir til þess að verja börnin okkar gegn þessum iðnaði, sem iðnaður og svakalegsti kapitalismi sem þú finnur. Og við höfum ekki náð í gegn, og við erum mörg sem höfum reynt þetta og gert tilraunir. Og hvernig til dæmis dettur, ungum mönnum þetta í hug? Að taka sig saman, nokkri saman, brotavélinn svo brjálæðislega einbeittur og ykkur tilkallið sem þú telur þig hafa. Að finnast þetta eðlilegt. Þetta málið í Frakklandi sem kom upp, þar sem að verða þessi kona kemst að því að eiginmaðurinn er búin að byrlenni og nauðgani og fá aðra kalla. Hugsið ykkur alla kallan sem voru tilbúin að mæta á staði. Alveg ótrúlega. Bara ég bara kem, æðislegt. Og þetta er rótin, hún liggur þarna. Herðu, eigum að skipta umræðunum? Nei, þetta er svo upplýfgandi þannig. Já, en það er að taka inn það sem að þegar þú nefndir leigubílana. Mér finnst áhugavert í fréttu þessara viku hvernig fréttir af hópnauðgunum, dómur í hópnauðgunamáli, deilur leigubílstjóra og vasaþjófnaður einhvern veginn fléttast. Það getur verið að þetta sé eitthvað svona, en stundum er það þannig að hvernig er bara raðað í fréttatímana og svo hvernig þetta blandast inn í umræðu meðan annars hjá stjórnmálamönnum. Þá finnst mér að það hafi verið í þessari viku. Það hafi verið einhver leiti. Þá eru þessar fréttir sagðar einhvern veginn, ég veit ekki hvað þetta er, svona sama taktinum einhvern veginn. Að það sé einhvern veginn dregin upp mynd að útlendingar sem eru ekki með hvítan húðlit séu vandamálið sem muni koma með stóran skaða inn í íslenskt samfélag. Allt í einu þurfum við bara að fara að passa okkur. Ísland er nú friðsamlegt samfélag, eigum við allt í einu að fara að varast svona, hvað heitir þetta aftur, pickpocket, vasaþjófar, þú veist, eigum við allt í einu að þurfa að passa okkur á því og það er bara eitthvað sem maður þarf að passa sig á í útlöndum og hvað er þetta komið hingað til Íslands. Mér finnst alveg hræðilegt þegar þessi umræða þjóðerni hljóta einhvern veginn að ákveða hvort einhver fremur glæp eða ekki. Þú veist, auðvitað er þetta bara ásetningur glæpamann sem fremur glæp en ekki eitthvað í DNA-inu út frá upprunalandi sem að lætur mannesku gera eitthvað. Þannig mér finnst það líka bara svo ömurlegt. Maður hefur verið setið í alls konar leigubílum þar sem að maður á spjall og það er einhvern veginn bara eitthvað svona mjög stutt í að komi þessi umræða bara já, ég er ekki rasisti en þú veist, allir þessir útlendingar sem eru komnir og þetta sé bara stór hættulegt og þeir sé að keyra konur og ég meina það þarf að líta á ofbeldisverknað sem það, þú veist, af hverju verið að tengja þjóðirni inn í þetta. Manni finnst þetta alveg erfitt, af því þú veist, það er ekkert eitthvað í þjóðirninu sem að segja til það hvort þú verður glæpamaður eða ekki, og þessi einhvern veginn líka bara að setja fókusinn á og reyna að magna upp kannski einhverju svona útlendingaandúð í staðin fyrir eins og núna konurnar sem stigu fram og voru hugrakkar að stiga fram og lýsa þess sem gerist, að þær fá einhvern veginn ekki plattformið, heldur einhvern veginn sér einhver þetta sem leið til þess að tala niður útlendinga, af hverju eru ekki að tala niður ofbeldismenn? Já, þeir finnst það verða þannig, það finnst okkur á jöllum. Þetta er náttúrulega andrið, ég hef vísað þetta í Bandaríkin, í New York, þegar New York átti að vera að hrynja og það voru búin til bíómyndur um þetta, Death Wish og eitthvað svona og við þekkjum þetta bara í, að því við lifum náttúrulega sumleiti í bandarísku menningu bara, þannig að við þekkjum hnígnun New York
En sumuleyti var það sko uppspilað, þetta var aðdragandi að því að sko fjármagnseigendur bara endur fjármagnuðu mikið af sko verkefnum hérna borgarinnar og náðu miklu meiri völduðar. Þetta var upptakturinn af því að væri svona non-tolerance hérna aðgerðir lögreglunnar sem beindust fyrst og fremst gegn svörtum mönnum í hérna New York. Það var byggð upp svona einhver ógn til þess að færa einhverjum völd til þess að brjóta gegn þeim sem ekki hefðu völd sko. Þannig að mér finnst full ástæða til þess að við höfum að vara okkur við því að ganga ekki í sömu pittin að önnur samfélag hafi gert sko. Og mér sýnir sumir stjórnmálamenn vera íta undir það að skapa eitthvað svona og það hérna, talaði einu fréttin það að hvern leigubílstjórar, næsta fréttur að aðri merki hérna leigubíl sinum í íslenska fánanum þetta eitthvað undarlegt svæði sem að umræðan á. En svo hitt þarna eins og ég nefndi áðan, sko, þá staðan samt þannig, það eru hættulegi menn sem ganga lausir og við höfum engin úrræði, sko. Fangelsi full. Öll fangelsi full. En ekki réttakerfið kannski meira eitthvað sem þarf að endurskoða? Ef að það leiðir til þess að einhver sem menn sem eru grunaðir glæpi gangi lausir, ekki eitthvað skakt í bara kerfinu sem að þá... En það náttúrulega ekki, það ekki komið Kerfið hefur verið svelt í mörg ár. Alveg. Bara lögreglumönnum ekki fjölgað í takt við þjóðina, úrræðunum ekki fjölgað. Það ætti að koma svona yfirlýsingar frá réttargæslukerfinu að vinsamlegast ekki fremja afbrot því að öll fangelsin eru full. Svipað kemur stundum frá bráðavaktinni. Fólk ekki koma á bráðavaktina nema allra bara þú ert í lífshættu. Það sömuleyti þá kerfin okkar bara keyrð svona niður og það skapar vandamál. Það var ekki vandamál á því að eru svo margir sem innflytjendur að keyra leigubíl. Það ekki vandamáli sko. Vandamáli það bara að keyra kerfin okkar niður niður fyrir sársaukamörk. Og innflytjendur er ekkert af öðruvísi, fólk bara vit, það bara þannig. Ég held að séu bara 1 milljón rannsóknir sem að sýna einmitt það sko. En sko, Heimir Már Pétursson, framkvæmdastjóri þingflokksfólksins, það við höfum verið að tala sko, fangelsin eru full og sprungin, en svo það sko, þú ert með ráðherra sem til dæmis með samgöngu og innviðina. Það lítur að vera alveg sko, ótrúlegt sem býður þar. Já, það náttúrulega alveg augljóst og það eru áskoranir allstaðar í innviðum á Íslandi. Og það ekki mikið til að segja frá því, það bara búið að segja frá því í fréttum undanfarin ára. Það búið að safnast upp gríðarleg það sem kallað innviðaskuld. Það ekki að segja skuld við bæði viðhald á innviðum og uppbyggingu. Það hefur verið nefndar ýmsar ástæður fyrir því, það kom hrunið eins og allir munna og þá var það ríkissjóður opaslega blankur og síðan kom COVID og þá var ríkissjóður aftur rosalega blankur vegna þess að það þurfti að setja svo mikið í það. En þessi ríkisstjórn ætla sér að vinna á þessari miklu skuld á innviðunum og eins og bara hefur komið fram í fréttum þá ástand vega mjög báborið víða og síðan mikil eftirspurn eftir jarðgangagerð víða landið. Við auðvitað bara á ofboðslega stuttum tíma orðið til dæmis mikið ferðamannaland. Þessi umferð vegi landsins hefur aukist vegna þess að við mikið ferðamannaland. Síðan hafa flutningar vegi landsins aukist alveg gríðarlega vegna þess að það orðið færri útgerðarstaðir í landinu og þær að flytja fiskinn í stórum stíl á milli landshluta. Bæði innan landsfjórðunga og síðan á milli landsfjórðunga. Mikið af fiski flutt hingað suður til að fara í flug og síðan innan til þess norðursvæðisins til að fara í skip og vinnslu og allt það. Þannig að það hafa orðið mikla samfélagsbreytingar. Og þörfin greinileg. Já, vegakerfi til dæmis ekki byggt utan alla þessa umferð. Og því var aldrei ætlað að þola alla þessa umferð. Og það tekst vonandi að vinna á þessu. Þetta náttúrulega gríðarlega stórt verkefni. Og vonandi tekst þessari ríkisstjórn að vinna á því og síðan við að horfa upp á í heilbrigðismálunum að við með kannski að jafnaði 50-60.000 manns umfram íbúana í landinu sem eru ferðamenn. Þetta 2 milljónir á ári, þetta svona að jafna sig út á kannski 50-60.000 manns á mánuði að jafnaði
Og það er álag á heilbrigðiskerfið, það er álag á neyðarmóttökuna og svo framvegis. Er það ekki 26 á næsta ári sem fyrsti áfangin á að taka í gagnið á nýja spítalanum og vonandi léttir hann áður fyrir ætluðu menn sér að hætta spítalastarfsemi í Fossvogi. Nú eru menn hættir við að hætta við það sem menn sjá að það þarf að hafa áfram spítalastarfsemi þar þrátt fyrir nýja spítalan. Og þannig að það er, eins og ég segi, það er bara fjalla verkefnum og vonandi bara tekst að vinna á því. Já, þetta kemur svolítið ykkur í Reykjavík að því að náttúrulega það eru þjóðvegir inn í borginni sem að ríkið á og hvað er að kalla veghaldari eða hvað sem eru á þeirra vegum og þar er greinilega þörf fyrir mikið. Já, ég bara hæli vegagerðin til dæmis, meðan ég var fréttamaður, þá var ég að segja fréttir af því að vegagerðin er loksins komin að það sem aldrei mátti nefna áður í jarðgangagerð í Reykjavík að það eigi að leggja jarðgöng á Miklubraut hringbraut frá Sirkabát til móts við Hagkaup í Skeifunni og göng sem komið síðan upp þegar þú komið rétt fram hjá Landspítalanum. Þannig að ofanjarðar á því svæði verði minni umferð, verði borgarlínan og ein akrein í hverja átt og svo framvegis. Það er byrjað að vinna að Sundabrautinu og nú í vor, það er bara eftir nokkra vikur er væntanleg skýrsla umhverfisáhrif og annað varðandi brúna yfir hvað hún kallið aftur hérna Sundabraut og þá kemur væntanlega niðurstaða hvort að þar verði göng eða brú og svo framvegis. Þessi skýrsla er væntanleg bara núna næstu vikum. Þannig að vonandi fara þessar stórframkvæmdir allar á stað og auðvelda umferðinni í Reykjavík en það er líka umhugsunarefni finnst mér nú er ég ekkert að endurspegla einhverja skoðun ríkisstjórnarinnar og enda hef ég svo sem ekkert umbótið þess en manni finnst að það ætti nú að fara að leggja áætlun vegna þess að við erum óslega léleg í framtíðar áætlunum. Langtíma áætlunir á Íslandi eru 5 ár. Íslendingar kunni ekki langtíma áætlunir og það við erum svo vertíðarvön, við erum á vertíð á sjónum, við erum líka í vertíð í bústörfunum, þingstörf og annað voru lengi miða við fengitíman, sauðfjárbúskapinn og sauðburðinn og heiannir og svo framvegis og eru svolítið þannig ennþá. Hér eiga auðvitað að liggja fyrir langtíma áætlunir vegstæði sem að miða því að í framtíðinni verði smátt og smátt allur hringvegurinn tvöfaldaður. Svo áætlunir er ekki til. Það á líka að vera hér búið að kortleggja hvar neðarlægstakerfi á að liggja á höfuðborgarsvæðinu. Þannig ekki sé verið að byggja á svæðum sem alveg augljóslega verða neðarlægstastöðar í framtíðinni. Það er ekki einu sinni búið að reyna að draga upp einhverja mynd af því hvernig þetta myndi geta litið út. Sem kostar kannski ekkert svakalega mikið, láta bara kanna það, hvernig þetta myndi lítið út. Og það er vegna þess að við erum alltaf í reddingum. Við erum alltaf að redda einhverju ástandi. Við erum alltaf með eitthvað allt niður okkur og erum að redda einhverju ástandi. Og við erum vön því, en þetta er bara þjóðar málsháttur Íslendinga, þetta reddast. Og við erum svolítið vön því einhvern veginn. Og við þurfum að fara að læra að gera langtímaáætlanir og hugsa til framtíðar. Og langtímaáætlun er ekki 5 ár, hún er ekki 10 ár, hún er minnstakosti 50 til 100 ár. Já, en það er í borginni er þetta náttúrulega alveg ótrúlega þröngt svona álagstímum, það er bara valla hægt að fara. Þetta er samt ekki neitt með hvað aðra þjóður er að venjast en ekki benda á eitthvað verra. Nei, ég er bara að segja, skilur, þetta er eðli nútíma samfélagsins, þetta eru úrlausnarefni, þetta er það sem við þurfum að vinna úr og við höfum ekki verið alltaf undrand á því þetta sé staðan. Þetta er eðlilega staðan og þetta er eðlilega úrlausnarefni að ráðast í. Þetta er eðlilega afleiðing þeirra stefnu sem hefur verið. Og það er einkabíllinn til dæmis ekkert á förum sama hvað aðrir segja, skilur. Einkabíllinn verður til staðar og það verður að taka tillit til hans líka og það verður að ég er mikill stuðningsmaður góðra almenningssamgangna og þær séu sem ódýrastar og hraðastar og bestar en það þýðir ekkert að einkabíllinn sé að fara hérna á næstu árum, að hann sé að hverfa. Hann verður líka að eiga sér pláss og það verður að gera ráð fyrir honum líka. Svona, það með þjóðvegi í Reykjavík. Þetta er náttúrulega, við vitum þetta, það er hérna slitið malbygg og í rigningu þetta stórhættulegt yfirferðar og bútasömur og svolítið saman. Byrjar eitthvað undirbúningur eins og heim er að tala til dæmis með
jarðgönginni, samflýtt við ykkur? Nú bara á síðustu vikum það ég setja á svo rosalega mörgum fundum að vera að fá rosamarga kynningar og upplýsingar, þannig að þetta er alveg bara umhverfis og skipulagsmálin eru svona ekki það sem ég er mest inn í, svo ég bara viðurkenni það, að það er, við hefum fengið alls konar kynningar og einmitt bara ýmislegt sem að þarf að gera og ýmislegt sem að er á döfunni, en auðvitað er þetta bara rétt sem að Heimir segir varðandi þessa langtíma svona sín og við erum dálítið að eiga við þessa innviðaskuld, það hefur ekki verið við hefum ekki verið að sinna í rauninni hlutum eins og við hefum átt að vera að gera bara samfélagið og stjórnir í heild, þannig að þetta bitnar það í því að við þurfum að verja miklum fjármunum í það. En Ég nefndi þetta að vera afleiðing af stefnu sem hefur verið, sem er til dæmis að stórmarkaðir eru út á Granda og Skeifunni og hér og þar sem að fólk gert ráð fyrir að ferða alltaf að kaupa í matinn, að ferða á bíl að kaupa í matinn, sem er náttúrulega glórulaust rugl, sko. Það er tómstundi barnanna er oft í iðnaðar hverfunum, er ekki hluti af skólunum þar sem er ætlast þess að börnin geti gengið í skóla. Þannig að Reykjavík hefur verið skipulögð til þess og það þekki fólk sem er með börn að skuldla börnum linnulaust fram og tilbaka. Þetta fer að 20-30 ár að ævinni í þetta. Þessu er bara stóru hluta. Af hverju er til dæmis... Hver var að biðja þessa borg? Ég er bara að mista því, sko. Strákar, ég er að tala um ykkur bræður. Hugsið ykkur, höfuðborgarsvæðið, hugsum það eins sem eina heild. Við getum sagt með góðu móti að það séu 2 miðbæir á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja gamli miðbærin í Reykjavík og svo miðbærin í Hafnarfirði sem getur staðið undir því að vera miðbær. Það er ekki hægt að kalla Smáralindina miðbæ og fáið eftir í huga að kalla Hamraborgina miðbæ. Borgin öll Reykjavík, þegar þið farið að byggja Breiðholti, þegar þið farið að byggja Árbæinn, þegar þið farið að byggja Grafarvogsinn, þá er alltaf að hugsa, svo fara bara allir niður í miðbæ, svo fara allir niður í gamla miðbærin Reykjavík. Lundúnir til dæmis, sem eru gamla borgir í Evrópu, þær eru bæir sem uxu saman og þar alveg er miðja í öllum hverfum. Fólk getur... Þannig var til að spreyja neðrabrjóð skipulag. Það er engin miðbær til mjóttir. Það var skipulag, síðan var mjóttin búin til fyrir það sem ég er að segja, það átti að byggja þessi hverfi... Og það dó miðjan í borginni, í hverfinu. Nei, það átti að... Sami upp í Efrabrjóði. Forngrikkir fundu þetta upp. Þeir hugsuðu borgir í hring, í miðjunni er samkvæmislífið og markaðurinn og það sem fólki með vörðnar sínar á markað. Neðrabrjóð. Já, og þar er í innsta hringnum er svona afþreyingin og allt það. Í næsta hring er stjórnsýslan, hún vakir á daginn og þangað sækir það þjónustu en hún sofnar á kvöldin. Hún virkar sem hljóðmönn utan fyrir sem býr í hringnum þar fyrir utan. Þannig á að hugsa öll hverfi, ekki Reykjavík í heild, heldur hverfi. Ég er að tala um að það átt að byggja Grafarvogsbæ, það átt að byggja Breiðholtsbæ og Árbæ sem er hugsað með miðju þannig að þú getur sótt þangað gangandi eða hjólandi eða á bíl, það skiptir ekki öllu máli í mínum huga, að þú getur sótt alla megin þjónustu í þínu hverfi. Þetta verður vitað öldum saman, en það eru einhverjir hagsmunir sem að valda því í Reykjavík. Nei, ég held að þetta sé bara skipulaskapur. Heldur það að Bónus, Netto, Krónan, Bíkó, Elko út á Granda? Ég bý nú í Vesturbænum gamla og ég get labbað í Bónus, Granda, Netto og ég veit ekki hvað marga veitingastaða svo framvegis. Ég fer alltaf á bílnum. Þannig að þetta hefur ekkert endilega með það. Gamli Vesturbærin er svona kannski fyrirmyndabær eins og þetta ætti að vera. Við getum ekki ráðið því hvernig stórverslanirnar drápu kaupmanninn á horninu. Það er einhver þróun sem við kannski stoppum ekki hér í þessum þætti eða á næstu árum hér í Reykjavík. Það er þróun bara sem hefur átt sér stað að kaupmanninn á horninu er horfinn. Hér voru fyrir ekkert mörgum áratugum kannski 100 verslanir á horninu. Það eru horfnar. Ég væri mjög til í svona hverfistrætó því ég bý líka í Vesturbænum og versla í matinn út á Granda og mér er fínt að versla bara rosa mikið inn í einu því ég bara hef ekki tíma að vera eitthvað reglulegt í búð þannig ég reyna að versla bara mjög mikið svo er ég komið með rosa þungt þetta er alveg aldrei svona aðströgl þannig að það væri mjög gott að það væri eitthvað svona lítill vagn og ég veit að fleiri hafa nefnt þetta í Vesturbænum sem færi emmitt bara þannig að maður gæti keypt matinn og komið síðan aðeins áleiðis því þú veist það er ekki. Gengur þeim svona lítill strætó ekki bara milli Hlems og Lækjardals bara hring. Á hverju er hann ekki? Það vantar alltaf að hugsa þarfir þeirra sem að eru ekki alltaf á bíl því að maður er alveg svona að hugsa hlutina og svona bara hvernig ætla ég að láta þetta ganga upp, ég þarf eitthvað að hugsa í lausnum en það er alveg framkvæmdir það er alveg Reykjavíkurborg að
fara að malbika slatta sem fólki finnst kannski ekki spennandi að tala um, en það er á döfinni hjá borginni. Það mjög jákvæmt sko. En hérna, nú ertu sem sagt strætónotandi og þú talar svolítið það á síðan árum og það er ekki talað við fólki sem tekur strætó, en nú er einu strætó orðin forseti borgarstjórnar. Og þetta með breytingar eins og að tala hverfisvagn eða eitthvað, einhver umröðum það hjá ykkur? Sko það er náttúrulega þetta nýja, hvað segir maður, félag sem er að koma. Það er búið að stofna sem sagt almenningssamgöngur, félag utan það og ríkið er að koma inn í með fjármagn og það er þá alltaf að vera þjónustu aukning í ágúst af þessu ári. En það á náttúrulega eftir að útfæra bara hvernig, þú veist, hver mun sitja í stjórninni og hvernig það allt saman verður útfært og það verða ekki kjörnir fulltrúar eins og er núna staðan. Við erum Strætó BS og það eru kjörnir fulltrúar frá sem sagt öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það þarf einhvern veginn alltaf að fara fram í gegnum þá stjórn til þess að ná fram samþykki. Þannig að persónulega finnst mér alltaf áhugavert þegar að vera skipið svona stjórn að sé fólki sem er bara með reynsluna eins og til dæmis vagnstjórar og mér finnst þetta athyglisvert að vita hvort að það væri rými fyrir bara vagnstjóra í svona stjórn. Því ég held að það getur verið mjög gagnlegt og þetta veit ég að það þarf að líta til margra þátta eins og bara reksturs og fjárhagsramma og hvernig allt verður útfært innan þess, en ég held að sé mitt bara mjög mikilvægt að þú veist að sé þessu beinu tengsl og ef það er ekki inn í stjórn að það sé þá þessu beinu tengsl einmitt bara við þau sem að treysta á þjónustuna og bara einmitt sjálf hef ég lent í bara mjög skemmtilegum samtölum við aðra farþega í strætó sem er bara mjög gagnlegt. Þetta er bara samtöl sem að myndi ekki ná fram öðruvísi nema með því að vera í strætó og hitta annað fólk í strætó og tala við það. Það er strætó eða heiti potturinn. Hvað segir þið? Það er strætó eða heiti potturinn í meginni. Einmitt, nákvæmlega. En hérna, ég sé sko að nú stendur til að lækka styrki til stærstu fjölmiðlana og hérna þannig að það er sett þak að það var 22% af heildinni. En það sem sagt, Morgunblaðið er alveg ákveðið því að lækkun á greiðslum til stærstu fjölmiðlana sé það svona framhald af því sem Sigurður Þórðarson alþingismaður svona hálfpartinn hótaði Morgunblaðinu fyrir nokkrum árum síðan að það var Vigdís Hauksdóttir formaður fjárlaganefndar alþingis og sagði við Ríkisútvarpið þeir skulle bara gáa því hvaða stöðu ég hef gagnvart ykkur. Haldið þetta sé þannig að erum ekki bara vænisjúkur? Sko, það voru 25% sem að hver miðill galla hámarki fengið af heildarpottinum. Logi ákvað að fara með það í 21 eða 22%. Og boðar síðan frumvarp í haust breytingar á lögum fjölmiðla. Ég veit ekki nákvæmlega hvað hann ætlar að fara þar en bara ef maður hlustar á hann sjálfan það sem hann hefur sagt að þá er hann að horfa til þess að hlutverk Ríkisútvarpsins verði endurskoðað og meðal annars staða þess á auglýsingamarkaði og þá komi ný heildarlöggjöf fjölmiðla. Þetta kerfi sem er núna, sem þú ert að vitna til, hefur verið við lýði í nokkur ár og alltaf bara til eins árs í senn. Þannig að Alþingi hefur afgreitt þetta svona 1 ár í senn. Og þetta kom fyrst upp held ég eftir erfiðleika sem að urðu bara, var þetta ekki bara í kringum COVID eða hvaðan var þessi fyrstu styrkir komu. Og fjölmiðlar eins og aðrir fara ekki varhuga að þeim samfélagsbreytingum sem orðið hafa. Nú sitjum við hér í þessum fjölmiðli sem að hefði verið óhugsandi fyrir 10-15 árum eða þessi fjölmiðl verið óhugsandi. Auglýsingamarkaðurinn er ekki lengur hinni stóru sem áttu markaðinn á Íslandi og auglýstu þá helst í pappírnum sem var vinsælustu Morgunblaðið sem kom út í skipsformum og var svo þykkur og mikill að axlir blaðbröðbarna kiknuðu undan þunga Morgunblaðsins, það er ekki lengur. Mokkinn fær ekki lengur þetta auglýsingamagn sem hann fékk, Fréttablaðið sem var auglýsingamiðill gafst upp og er farin á markaðnum. Inn á markaðin eru komnir erlendir auglýsendur og innlendir auglýsendur fara á Google, á Facebook, á TikTok og svo framvegis. Þannig að umhverfið hefur allt breyst. Þetta þarf að skoða og við höfum verið aftarlega Íslendingar á því að skattleggja þessi alþjóðlegu fyrirtæki, Google, Meta og svo framvegis. Mér skilst það sé frumvarp
á leiðinni sem að segja að erlendir aðilar sem að fái tekjur á Íslandi greiði að minnstakosti eins og hefur verið á Írlandi í langan tíma að lágmarki 15% í skatt. Samkeppni íslenskra miðla auglýsingafé sem sagt, það sem ég reyna að drölla út er að samkeppnin alveg gífurleg og þið hafið séð þróunina núna til þess á MBL að þá eru þar sumar fréttir sem þú getur bara lesið aðeins inn í og þar séu verið áskrand til að lesa lengra. Ég held að þetta verði þróunin að Vísir og MBL, til dæmis þessi stóru netmiðlar verði í framtíðinni þannig að þú þurfir að greiða fyrir að fara inn vegna þess að þó við höldum, ég til dæmis hélt að það ekki væri nánast ótakmarkað hvað var hægt að birta auglýsingum á miðlunum eins og Vísi og MBL, en það ekki, það er takmarkað auglýsingapláss þar líka og það dugar ekki til að halda uppi ritstjórnum landsins og vilji fólk fá ritstýrðar og vandaðar fréttir að þá verður það að fara að borga fyrir þær. Já. Hérna, ég sko, getur það verið að eins og haldið fram að þetta hafi sem sagt núna verið lækkað svona í hend við Morgunblaðið. Sko, samsæriskenningasmiðir þeir eru haldnir þeirri villu að þeir halda allir sé eins og þeir. Nei, ég ekki að segja að þú sé samsæriskenningasmiðir, ég að vitna til þeirra sem að það bara ekki þannig, svona þetta bara ekki og það þessi ríkisstjórn ákvað að ná niður hallanum, ná niður vinna með Seðlabankanum að því að lækka vexti og verðbólgu og þar af leiðandi ákveðin hagræðingarkrafa á fyrstu fjárlögum og fyrstu kannski 2 árin til þess að ná jafnvægi í ríkisfjármálum og þetta er bara eitt af því. Það bara að lækka hana. Já, við sko, hvort að sko, það sé virkilega þannig að sko, þessi fjölmiðlalög sem búin að vera núna okkur ár, þau eru alltaf sett til eins árs í senn. Þessi styrkir, já. Já, styrkirnir, alltaf til eins árs í senn. Þannig að það þá þannig að fjölmiðlar þurfi bara að gæta sín vegna þess að gæti orðið bara... Nei, ég var að segja að Logi að koma með lög í haust sem að vera þá föst lög og þetta eins árs í senn hverfi. Já, hann að boða það komi frumvarp í haust, ný fjölmiðlalög heildarendurskoðun á fjölmiðlalögum. Þar sem að þetta hættir þá að vera 1 ár í senn. Já, það er nú umræðum, þetta er þingir á morgun. Mér finnst bara því að við höfum sem hefur verið unnið í fjölmiðlum við svona orðið fyrir þrýstingi, hótunum og jafnvel sko svona alls þar að og þá er þetta 1 ár í einu að þá rétt ræður hvað þú gerir. Já, það að segja að það verður ekki lengur eftir haustið ef að frumvarp hans verður samþykkt. Já, við skulum vona það. Þá veitum það, ég í morgun, þá las ég grein eftir Höllu Hruddu Logadóttur, þingmann Framsóknarflokksins og hún það hún að skrifa sem sagt, svona gegn samtökum fyrirtæki sjávarútvegi. Hún svona tekur upp svona, hún bara fín grein hjá henni, svona vöndu grein og ég sá að Marin og Gen Jálsson stundu komið til okkar að hann las greinina líka og hann sá bara þarna sko næsta formann Framsóknar bara birtast að Hallar Hund. Gekka vitrun. Já, hún heillaði hann. Já, það er framundan landsfundur á þessu ári eða landsþing eins og Framsóknar kalla, það er landsþing á þessu ári og það er ekki ólíklegt að verði einhverja breytingar. Sigurður Ingi hefur hins vegar alveg sagt af fullu fötum að hann hyggist leiða flokkinn áfram en svo er bara pólitíkin þannig að menn ráða þínu kannski ekki alltaf sjálfur hvort þeir halda áfram. Það er hvað haldið? Er uppstokkunni Framsókn framundan? Það er allavega krísa í Framsókn. Já. Og ég skal ekkert segja hverju hún veldur en auðvitað þau svona helstu sem að röðu sér sem svona mögulega arftaka þau duttu öll á þingi. Það var alltaf Lilja, Ásmundur Einar og Willum sem höfðu verið nefnd sem svona möguleg formansefni og þau duttu öll út. Lilja hefur nú svona eitthvað verið að reyna að gera sig líklega en það er rosalega erfitt að gera það í stjórnmálum þú ert utan. En það eru margir eins og kallar á enskunni kingmakers og hún getur nú alveg haft áhrif á það hver verður formar þá hún það ekki sjálf. Áhrif að koma inn í Framsóknarflokknum. En maður veit náttúrulega ekki stöðu hennar nöfnuminnar og fyrir skólasystur sko að því að hún kemur auðvitað svona
þyrlun inn í flokkinn, sko. En ég hef ekki hugmynd um það hvernig staðinnar innan flokksins hreyfingar. Og það eitthvað sem Framsóknarflokkurinn má eiga, þá hann með mjög svona þétt og traust flokkskipulag, þú veist. Þetta ekki svona Facebook-hópur eða Messenger-hópur sem getur slitið stjórnarsamstarfi á einu kvöldi. 108 ára gamall flokkur. Já, og með bara skýra ferla og skipulag, sko. En efnislega þetta mjög áhugavert vegna þess að Sigurður Ingi tók að sér að verja stórútgerðina í svona frægum kastljóðstætti á móti Hönnu og maður velti fyrir sig þegar maður horfa á þetta, af hverju Framsóknarflokkurinn að renna sér þarna til varnar stórútgerðinni? Og mér finnst eins og Halla Hrund sé bara einfalda að svara því að það sé ekkert hlutverk Framsóknarflokksins að verja stórútgerðina, heldur að ég hann að taka þátt að byggja hér upp gott samfélag út frá samvinnuhugsjón og öðru slíku. Og eðlilegt að eða verja okkur þessari uppsöfnun örfárra auðhringja sem náttúrulega að skaða Ísland eins og ólíkarkismin að eyðileggja Bandaríkin og flest samfélag í heiminum. Þannig að Framsóknarflokkurinn bara ákvæði sig hvað ætlar að vera. Ætlar að vera og búin að rústa Rússlandi? Já, hvað ætlar Framsóknarflokkurinn að vera? Ætlar að vera með þessum fáu ríku sem hafa sogað til sín allra auðlindir og öllu völd í samfélaginu eða eitthvað eftir af svona alþýðuhreyfingunni sem að Framsóknarflokkurinn spratt að sumu liti af sem samfélagin. Yngsti meðlimur Framsóknarflokksins, Halla Hrund, hún bara gekk í flokkinn bara rétt fyrir kosningar. Hún ýtir við þessu. Ég var að ræða við borgarfulltrúa Framsóknarflokksins í morgunútvarpinu fyrir helgi ánægju landsmanna og það var rannsakað út frá stjórnmálaskoðunum eða skoðað út frá stjórnmálaskoðunum og þar kom fram að Framsóknarmenn væri svona ánægðastir og hún var eitthvað að tala um það og skrifaði grein um það þar sem hún sagði að Framsókn væri öfgalaus eða eitthvað svona með öfgalausa nálgun á hlutina eitthvað svo leys og ég hugsaði bara hvað það að vera öfgalaus eða einhvern veginn þú veist það ekki öfgar að einmitt fara að styðja við stór útgerðina sem að hefur leitt til þess að bara byggðir landsins hafa orðið fyrir mjög alvarlegum áhrifum þú veist þannig að mér finnst þetta svona einmitt ef að Framsókn að fara að standa bak við þessa stóru kalla sem voru núna og konur sem voru núna með að birta sáu exit auglýsinguna með exit kallunum. Nei, ok, ég myndi kíkja á það, ég var bara eitthvað er þetta eitthvað svona trailer fyrir næsta þátt en nei, ég myndi mæla með að skoða þetta. SFS hefur ráðið þarna exit leikara til þess að styðja sinn málstað. En það skilsmann á því að lesa Facebook og annað að það hafi einhver norsku leikari komið fram í einn af þessum auglýsingum SFS. En með Framsóknarflokkinn, ég held að Framsóknarflokkurinn sé ennþá þó lítill sé á þingi í dag fullfærum að afgreiða það sjálfur hver verður næsti formaður flokksins. Það verða sennilega formaðskipti. Ég man bara ekki hvernig eru búin að setja landsfundi, hvort hann í haust eða hvort hann í vor. Ég held að það sé ekki fyrir í haust. En ég var á föstudaginn, þá var gjaldkeri VG og var ekki að spyrja hvort að VG hefði dáið af ógisma því að mikið verið að rætta óg í vikunni og hann sagði nei, en VG var að leita að rótunum og Samfylking fór náttúrulega að leita að rótunum þannig ég býst við að Framsóknarflokkurinn fara að leita að rótunum. Ég bara regla með því og það þurfi þá eitthvað svona uppstokkun í stefnu, áherslum og taktík. Ég meina og ásýnd. Já, það Kristrún Frostadóttir, hún kom bratt inn í stjórnmálin. Eins og alla. Ég meina það, hún bara verði formaður líka. Það hefur vel gert áður, ég meina það er engin komið brattar inn í Íslands stjórnmál, þetta er Sigmundur Davíð. Þessi geturleikur í pólitík sem að loðir svolítið við karlmenn sem að horfa mikið á fótbolta, það er alltaf 1x2, verði á það hver verður næsti formaður. Ég átti nú góðan samstarfsmann lengi vel á Stöðum sem var mikill fótbolta áhugamaður og hann var einmitt mikið svona, ef þetta kosningar ef þessi flokkur fær þetta og þessi fær þetta, þá myndi það geta þessi mynda ríkisstjórn. Ég var alltaf með þá sýnskil, það verður kosið, svo kemur niðurstöð, þá kemur þetta í ljós og ég held að það kemur bara í ljós hver verður næsti formaður Framsóknarflokksins og hvað sem við segjum við þetta borðum það. En það eru auðvitað ég er ekki sérstaklega gaman að því og ekki gaman að taka þátt í því en hins vegar er alveg ljóst að síðasta ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknarflokks
hún galt afhroð í kosningunum og við mögum ekki gleyma því að Sjálfstæðisflokkurinn fekk í fyrsta skipti undir 20% atkvæða og Framsóknarflokkurinn beið líka sögulegt afhroð. Það vegna þess að stefna og verkefni þessara stjórnar það var það sem þjóðin hafnaði og þjóðin valdi eitthvað annað og Framsóknarflokkurinn gerir sér alveg örugglega grein fyrir því og fólkið í honum að það þarf, eins og Gunnar Smári var að segja hérna áðan, að það þarf að fara í gegnum ræturnar og skoða stefnuna og endurnýja umboð sitt. Þú varst í hópi fólks í VG sem vildi einhvern veginn endurreisa VG rétt fyrir kosningar. Það má ég spyrja þig saman og ég spurði í Gjaldgerðina að dó VG út af Vók. Ég veist þessi umræðan Vók bara algjörlega absúrt. Að vera að flytja inn einhverja átakalínur hérna frá Bandaríkjunum, að vera að nota eitthvað hugtak sem hefur engan relevans hérna. Þannig að ég ætla bara að sleppa því að svara þeirri spurningu. Mér finnst það bara absúrt umræða, sorry. En sko, ég held reyndar að við lifum á svolítið flóknum pólitískum tímum og ég held að þetta sko, maður bara sér það sem að gerast alþjóðlega að stjórnmálamenn og ríkisstjórnir hafa rosalega stuttan tíma. Fólk verður reitt rosalega hratt og það held ég að sé líklega afleiðing af stefnu sem hann langt út fyrir stefnu sko síðustu ríkisstjórnar. Þetta bara stefna þetta megin straumurinn í dag Þetta er eitthvað athyglisþrekið sko, er alltaf að minnka alveg eins og þegar ég var krakki þá talaði að krakkar hefði ekki athygli nema kannski hálftíma til 45 mínútur tops. Núna vitum við að krakkar hafi ekki þolinmæði nema bara í 1 mínútu 2. Það var sama við fullorðna fólk. En þú ert líka að tala að sko, stjórnina ganga inn í óbreytta stefnu. Já, og ég bara ekki fylgi samnings. Ég misti alla trú á fyrir ríkisstjórn og það var vegna þess að ég horfði á krísuna í húsnæðismálum. Við vorum nýbúin að undirrita kjarasamninga sem að og verkalýðshreyfingin var búin að undirgangast kjarasamninga sem að kváðu á bara mjög lágar launahækkanir á mjög miklum verðbólgutímum og tímum mjög hárra vaxta og maður horfði á húsnæðismálin sem voru þetta lykil þátturinn í þessu efnahagsumhverfi sem við búum við og ég gat ekki séð að það væri verið að fara að takast á við þann vanda sem þar blasti við á við þá staðreynd að fjórði hver húsnæðislántakandi var að missa fasta vexti greiðslur fólks að fara upp sko ekki 1000 kalla, ekki 10.000 kalla jafnvel 100 og þetta var svo veruleiki sem að við í verkalýðshreyfingunni höfðum orð á þegar við fórum niður á Austurvöll síðasta haust og ég taldi að við værum í einhverju pólitísku umhverfi sem ætti að snúast þetta. Síðan kemur kosningabaráttu og svo kosin tekur ríkisstjórn til starfa og það helsta forgangsverkefni hennar en að fyrsta verk að fara að tala sko aðhald í ríkisfjármálum. Og það að mörguleyti aðhald í ríkisfjármálum sem skila okkur þá stöðu sem við erum í dag þegar sem við vorum að tala vegina, heilbrigðiskerfið, skólana. Það þessi hugmynd að ríkisútgjöld séu öðru fremur kostnaðarliðir sem verða að skera niður. Á þetta hef ég verið mjög gagnrýnin og þetta er vond efnahagsmál. Þannig að ég hef bara áhyggjur af þeirri stöðu sem við erum í núna ef við ætlum að taka peninga út úr því nefndi löggæsluna og réttarkerfið á hann. Ef við ætlum að taka peninga út úr menntakerfinu sem verið að gera, þá sé sagt að ég hlífa því að gæsleppa. Ef við ætlum ekki að spýta í heilbrigðisþjónustunni sem að þarf að gera til þess að ná einhverjum fjárlega halla niður ári fyrr heldur en planið var vegna þess að Seðlabankinn búin að telja öllum trúum að þetta sé vandamálið. Skuldir ríkisins eru ekki miklar. Í alþjóðlegu samburði. Vaxtakostnaðurinn mikill vegna þess að stýrivextir eru háir, en það ekki út af ríkisútgjöldum. Það út af húsnæðismálum, fyrst og fremst. Hluta af þessu innflutt, hluta af þessu bara vandamál út í heim og annað slíkt, en við erum á stað og það þarf að hugsa stórt og það þarf að gera stóra hluti í bara innviða uppbyggingu í landinu og það finnst mér verið það sem mest aðkallandi. Það er að tala sko að leita einhver niðurskurði að fara betur með. Ég hef reynd að hugsa það sko fyrir páskafrí þá var 3. eða 4. þingmanna í útlöndum og einhverju fundum sko. Og það ekki verið að skera niður þar til dæmis.
setja. Já, þetta var náttúrulega, þegar þetta komendakjöri ríkisstjórnarinnar fór hérna í gangi sér samráðsgátt, þá voru náttúrulega allir rosalega upptöðunar þessu að einhverju farið til útlanda, einhverju var með aðstofmann, einhverju til bílstjórar, og það getur vel verið. Það sem er sýnilegt en ef að þú ætlar að minnka ríkisútgjöld, þá er það í heilbrigðisþjónustu, samgöngum og menntun og velferð. Og við sjáum það er verið að tala núna að stytta atvinnuleysistryggingatímabilið heilt ár. Vegna þess að það koma fólk í virkni. Byrju, hver í veröldinu hefur orðið virkur af því að fara fjárhagsaðstoð sveitarfélaga? Sem er mjög lág upphæð, sem er hugsað sem eitthvað svona sem er að grípa mann í neyðartilfellum en samt eiginlega býr til neyðarástand og því upphæðin er bara þannig að þú getur ekkert eitthvað verið að framfleyta þér á þessu og það átt að vera eitthvað svona virkur á, undir 200.000 krónum eftir skatt af því að tekinn skattur af þessu, að þá náttúrulega erst ekkert að fara að ná að virkja þig eitthvað mikið, og það verður að skoða tekjuöflun. Það er ekki, það er auðvitað gott að skoða, í hverja krónu og hvað peningurum fer í, en það er minna talað um það hvaðan tekjurnar koma og hvaðan þær ætti að koma og hver er ekki að greiða til nærsamfélagsins. En allt samandregið þetta, að því ég mentist áðan hérna, þetta væri ákveðin stefna sem að gengur langt út fyrir einhver ákveðna flokka og og þú getur farið í ræturnar og þá mun enginn leggja neitt af þessu til. En þetta er niðurskurðarstefna og sterti. Og hún er þríþætt. Hún er þessi hugmyndum ríkisútgjöld, hún er háir stýrivextir og hún er niðurbrot á réttindum og réttindur launafólks og verkalýðshreyfingunni. Og hér á landi erum við blessunarlega ekki á jafn slæmum stað mörg önnur lönd eru, en þetta eru teiknin og þarna finnst mér að þurfa að draga átakalínurnar. Þetta er það sem að pólitíkin á að snúast núna. Hvernig ætlum við að hafa þetta? Hvernig ætlum við að skipuleggja þetta? Þetta er lokaorðin. Við erum fram í tíma. Halla, Sanna og Heimir Már, þakka fyrir komuna. Takk fyrir. Og eftir augnablik koma nýjir gestir til okkar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarst hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, komið sæl, við höldum áfram. Nú eru konið til okkar nýjir gestir. Það Breki Karlsson formaður Neytendasamtakanna, Ólína Þorvaldsdóttir prófessor og Guðmundur Andri Tórsson rithöfundur. Verið velkomin. Takk fyrir. Við vorum með fólk hérna áðan og við tölum eitt og annað, en við geymdum alveg vísvitandi hækkun veiðigjalda. Svona eiginlega til heiðurs þér, Ólína. Takk fyrir. Þegar þú varst á þingi þá varstu mjög gagnrýn og varst í sjónvarpinu. Já, náttúrulega mín þingmennska, hún helgaðist nú eiginlega af því að reyna að koma fram breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Sko, þessi umræða verður alltaf svo ruglingsleg. Hún verður alltaf svo yfirdrifin þegar hún fer af stað og það markast meðal annars af þessari gríðarlega hörðu hagsmunagæslu, LIU og SFS í dag, sem heitir SFS í dag. Auðvitað þurfum við að stjórna fiskveiðum með einhverjum hætti. Auðvitað voru það eðlileg og skiljanleg umhverfissjónarmið að taka upp einhvert fyrirkomulag við stjórn fiskveiða. En svo var komið á kerfi sem var eiginlega það allra versta kerfi sem hægt var að koma á með tilliti til byggðaþróunar og byggðafestu í landinu. Kerfi sem var þess valdandi að kvótinn fór að ganga kaupum og sölum eins og hvert annar gós. Það var alveg gríðileg samþjöppun og samruni í sjávarútveginum. Og þess vegna náttúrulega hjákátlegt að horfa núna á þessar auglýsingar, þessara hagsmunasamtaka, það sem vísaði til þess að það þurfa að verja byggðir í landinu með lækkun veiðigjalds vegna þess að hafi eitthvað leitt auðn og erfiðleika yfir byggðir landsins, þá var það kvótakerfið sem nú við lýði. Skildi sjávarþorpin eftir í þvílíkum vandræðum og auðn víða land. Og sem að fæst þeirra hafa borið sitt barr eftir síðan, þó sum séu nú farin að koma sér aðeins á skrið aftur, en það ekki sjávarútveginum að þakka, það ferðaþjónustun að þakka og öðrum atvinnutækifærum sem hefur tekist að vinna upp til mótvægis við þá erfiðleika sem að þessi samþjöppun kvótans og útgerðarfyrirtækjanna hafði í för með sér. Það nú bara þannig að, og ég meina sjávarútvegurinn, sérstaklega náttúrulega stórútgerðin, hún að taka til sín arð sem skiptir milljörðum á hverju einasta ári og auðvitað eiga þeir bara að borga veiðileyfagjald, skynsamlegt veiðileyfagjald fyrir aðgang að þessari þjóðarauðlind sem að fiskimiðin eru. Þú myndir ekki leigja blokk í Breiðholtinu, þú myndir ekki leigja húsnæði, láta frá þér húsnæði á þess að kæmi gjald á móti, þetta eru bara eðlileg sjónarmið og ríkissjóði veitir nú ekki af í innviða uppbyggingu. Í allir þessar umræðu, eins og hún núna og gegn þessum auglýsingum og þessi svona framsetningu útgerðarinnar, þá kemur bara frétt það að Ísfélagið í Vestmannaeyjum ætlar að borga 2 milljarða í arð. Akkurat. Bara inn í meðan þau reyna að verjast einhver öðru og taka bara 2000 milljónir deila milli sín. Þau telja það sjálfsagt. Já, þau telja þetta að vera heilbrigðismerki og svona þetta vera og helst 3 milljarðar. Það er ekki svo samfélagið. Þetta náttúrulega það svo greinilega orðið þarna bara eitthvað rof við samfélagið, má segja. En svo líka kannski einskýringin á þessu svo að stórútgerðin hefur hingað til farið sínu fram, haft íslenska stjórnmálamenn og ákveðna stjórnmálaflokka bókstaflega í sinni þjónustu og nú bregður þeim við þegar á að hækka Jóhannustjórnin hækkaði veiðigjöldin á sínum tíma, þegar var gefist upp við það að breyta sjálfu kerfinu, það var reynt í nokkuð mörg ár, tókst ekki, þannig að þá var það lagt til hliðar og ákveð að hækka veiðigjöldin í staðinn. Það urðu alls konar mótmæli og írafár út á því, flotinn átt að sigla í land og það voru fjölda, menn voru starfsmenn útgerðarinnar voru sendir á fullu kaupi niður á Austurvöll til að mótmæla, skiluru. Í sjókláðunum. Sett alveg svakalega áróðurs herferð af stað. Og nú svona upptaktur eins og sé að prófa eitthvað svipaðan upptakt, en þetta bara farið að renna upp fyrir fólki hvað þetta mikill hráskinna leikur. Þetta muni held ég ekki takast núna. En það komin stjórnvöld sem ætla greinilega bara að fara sínu fram. Það var fyrsta verk held ég ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs og Bjarna Benediktssonar sem að tók við að lækka veiðigjöldin aftur. Að lækka aftur veiðigjöldin. Það var fyrsta sem aðalmálið þeirra. Mér finnst í sjálfu sér
Ekki kannski margt það að segja að útgerðarmenn séu að eyða einhverjum skreiljörðum í þessar rándiru auglýsingar sem að verða svona hjákvæðlegri eftir því sem að þeim fjölgar. Þeir eru ekki auglýst hérna? Nei, og með svona exit leikurum og þínleiku, það er kannski ekkert það að segja, sko. Það er bara svona gangur þjóðfélagsins. Það sem ég hef svolítið áhyggjur af eru að eins og Ólína kom inn á þá á útgerðin sér mjög harðdræga talsmenn og nánast starfsmenn á plani inn á þingi. Og ég hef áhyggjur af því að þeir muni þvælast fyrir þessari eðlilegu leiðréttingu. Og muni svona láta öllum ítlum látum og muni ekki linna látum fyrir en þeim tekist einhvern veginn að svæfa eða koma þessu, þeir muni sérstaklega reyna að sjá til þess að þetta komi ekki til afgreiðslu þingsins. Og mér hefur sýnst, sko, svona, ég hef kannski ekkert verið neitt voðalega duglegur að fylgjast með þinginu, en mér hefur dálítið virst að þeir séu pínlítið að svona byrja á því að æfa sig í málþófi hvaðeina. Og mér hefur virst að málþóf það sé að aukast mjög mikið núna, svona frá því sem að fyrri stjórnarandstaða stundaði, og ég hef áhyggjur af þessu að þeim takist að stífla umbótamál á borð við þetta. Þetta er nefnilega taktík sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sérstaklega tileinkað sér. Það er málþófið. Og Miðflokkurinn, ekki gleyma Miðflokkurinn. Já, Miðflokkurinn sjálfsögðu líka. Þeir eru ennþá að tala þriðja orkupakkann. En ég er ennþá svolítið minnug tíman sem að ég sat á Alþingi í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Þá var sem sagt aðgangsharka Sjálfstæðisflokksins svo mikil í stjórnarandstöðu og snerist öllum svona leikjafræði og sérstaklega náttúrulega málþófið. Og það gekk náttúrulega svo langt að það hefur aldrei, álit almennings á Alþingi Íslendinga hefur aldrei skorað lægra, heldur en það var nánast búið að eyðileggja orðstýr Alþingis á því tímabili og það var ekki síst vegna þess hvernig taktík var beitt í stjórnarandstöðunni með málþófið þá sérstaklega. Skilið í leikonum. Já, og ég meina vissulega geta þeir tekið þingið í gíslingu ef að þeir ná skriði í verulegu málþófi. En þetta eru náttúrulega anstíkilegar leikaðferðir og málþóf á náttúrulega ekki að líðast. Nei. Breki, hvað segir þú náttúrulega eins og aðrir Íslendingar, þú fylgist með þessu, sér þetta? Jú, og auðvitað finnst manni eðlilegt að það sé greitt afgjald af notkun á auðlindum og eftir því sem nú hef ég ekki sett mig inn í þetta mál á dýptina en mér virðist sem að sé verið að leiðrétta afgjaldið eins og færa það í það horf sem það hefði átt að vera frá upphafi. Það er að segja að það sé einhvers konar markaður sem leikendurnir ná ekki að manipulera verðið á. Þannig að ég sé þetta á þann hátt og ekkert óeðlilegt við það að þjóðin fái það afgjald sem þá að hún á að fá og en ég nefndi það nú áðan að mér finnst þetta ríma svolítið við raforkumálin sem Neytendasamtökin hafa verið að beita sér fyrir þar sem við Neytendasamtökin vilja fá skjól fyrir heimilin að heimilin séu vernduð fyrir óeðlilegum verðhækkunum á raforku. Þar er markaður þar sem þegar þú ferð út í búð þá getur þú valið fisk, kjúkling eða kjöt eða grænmeti. Það er ekkert annað sem kemur í staðinn fyrir rafmagn og sama hver selur og þess vegna lítur það ekki sömu markaðslögmálum og kók út í búð. Þess vegna hefðu við kannski átt að hlýða Miðflokknum og ekki taka upp þessa orkupakka frá Evrópu sem hefur verið að innleiða hér einhverja heimskulega gerfi markaðsstefnu sem hefur bara leitt til hækkun á raforku. Þannig að stundum getur þeir sem eru með málþófi kannski átt rétt fyrir sér. Ég er ekki alveg sammála því Ég held nefnilega að í orkupakka, þriðja orkupakka er gífurleg neytendavernd en henni hefur bara ekki verið beitt. Í þriðju málsgrein, þriðju greinar, þriðja orkupakkans
Það voru ekki ágætlega sett bara með raforkuframleiðslu í höndunum á ríki og sveitarfélögum? En sko, nú er raforkuframleiðsla að breytast og það eru fleiri aðilar koma inn á þennan markað og það er bara fínt að bændum sé lyft að stífla bæjarlækin og selja svo orkun inn og það þarf að búa til einhvers konar umgjörð það. Ég skil það algjörlega. En hættan við orkupakkan hins vegar náttúrulega súbreki að þegar við verðum komin í samband við markaðin í Evrópu þá höfum við enga stjórn á orkuverðinu lengur, þá erum við orðin ofurseld markaðsverðinu. Það mun þýða 67% hækkun raforkuverðs á Íslandi og þetta hefur aldrei tekist að fá inn í umræðuna. Orkupakka umræðan, hún varð einmitt svona vók umræða. Ef þú efaðist ágæti orkupakkans þá varstu náttúrulega bara ekki að skilja framfærir, þá varstu bara að standa í vegi fyrir eðlilegri þróun og sko það máttu bara ekki ræða þetta. En sannleik og mönnum voru valin alls konar uppnefni og viðurnefni af því tilefni bæði flokkum og fólki. En sannleikurinn sá, það eru hættur þarna vegna þess að ef við tengjumst markaðinum, Evrópumarkaðinum, þá bara á raforkuverð á Íslandi rokið upp 67%. Og líka hættur sem eru komna fram hættur hækkun á orkuverði til heimilana. En við má klára hugsunarstrauminn sem ég var með áðan í 3. málsgrein, 3. greinar 3. orkupakkans skilyrði, eru ríkin ekki bara heimild, heldur eru þau skyldug til þess að afhenda heimilum og litlum fyrirtækjum sem Evrópusambandið skilgreinir sem 50 starfsmenn og undir og sem man ekki einhver ákveðin velta. Þau eru skyldug til þess að afhenda á sanngjörnu verði. Það er sagt sanngjarnt verð og ákveðnum gæðum og ákveðnu öryggi og svo framvegis. Í 36. grein sömu laga segir líka að það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að ríkin grípi til sérstakra ráðstafana til þess að vernda heimilin. En það var aldrei verið bent á þetta og þessi ákvæði 3. orkupakkans, það var bara aldrei komið til tals einhverja hluta vegna. Já, og hvernig stendur því? Það er mér mikil spurn og við erum að sjá það að orkuverð á Íslandi, kílóvattstund til heimila á Íslandi núna í kringum 10 til 13 krónur. En í Noregi er það kringum 20 krónur. Nú leggur Jónas Gahr Støre fram hugmynd að frá og með október geti heimilin í Noregi keypt fasta raforku á 5 krónur kílóvattstundina tryggt sér orku í 5 ár og það er ekkert sem kemur í veg fyrir að það sé gert og þetta er bara nákvæmlega sama og við höfum verið að benda á hjá Neytendasamtökunum að það er eins og menn hafi ekki lesið grundigt það sem menn hafi verið að samþykkja og þetta næri einhvern veginn ekki inn í umræðuna og það sem við viljum og finnst að því íslensk heimili nota bara 5% eða 4,7% af þeirri raforku sem eru framleidd hér á Íslandi að þetta væri einhvers konar afgjald að við erum með þetta var einhvers konar afgjald fyrir notkun á auðlindunum eða rask eða hvernig sem á það er litið á náttúrunni sem er veitt á þennan heimilismarkað á mjög takmarkari arðsemi og við erum með svona arðsemisþak á heitu vatni, á köldu vatni og meira sá flutningi rafmagns erum við með arðsemisþak og rafmagn á heima þarna nákvæmlega því að rafmagn er ekki eins og kók eða það sem getur skipt út í Pepsi eða Egils appelsín eða hvaða nú er sem þú getur gert út í búð. Rafmagn er eitthvað sem knýr, eru svona grundvallar atriði eins og heitt vatn, kalt vatn og Þess vegna segi ég nú bara eins og Smári hér. Af hverju átti þetta ekki að vera bara áfram í höndum hins opinbera? Ríkis og sveitarfélag. Þetta eru sameiginlegs sameiginleg innviða notkun sem allir þurfa á að halda og á í raun og veru að vera bara í eigu og höndum samfélagsins. Hverjum er þetta góðs að markaðsvæða? Svo er búið til saga bóndan og bæjarlækin. Þetta er ekkert bóndan og bæjarlækin, þetta er engeyingana, þetta er einhverju þýsk fyrirtæki sem er að ákjæra hér einhverja vindgarða. Þetta eru stórfyrirtæki erlendir sem að bíða bara eftir því að komast inn á íslenska raforkumarkað. Hvaða væmni er þetta eiginlega? Nei, það er náttúrulega áróðstripsið. Það er láta gafla okkur einhvern veginn með það eins og þessi bóndin og bæjarlækur. Þetta er bara árásinn í innviði landsins eins og vegakerfið og skólakerfið og heilbrigðiskerfið frá fjársterkum aðilum.
Þannig er náttúrulega bara ósammála sko. Og ég held að ef við beitum lögunum eins og þau eru sett fram, þá væri þetta ekkert mál og þetta þarf ekkert að vera neitt mál. En af hverju þeim ekki beitt eins og í þessa veru? Það er hins vegar væntanlega mun þessi ríkisstjórn gera það. Það er komin ný ríkisstjórn núna sem að við skulum vona það, en við sjáum bara það með þetta alveg eins og fiskveiðistjórnunarkerfið að við erum með 1. grein fiskveiðistjórnunarlaga sem eiga að tryggja þjóðareign á auðlindum. En það hefur bara aldrei verið virt og eins þetta ákvæði sem þú ert að vitna til það hefur ekki verið virt og það er ekki í reynd. Þannig að það er hægt það er til og þetta er inn í 3. orkupakkanum þannig að sko það benda á að 3. orkupakkin sé upphaf á endir alls íls bara finnst mér svolítið kjánalegt. 3. orkupakkin reyndar opnaði algjörlega fyrir þetta. 3. orkupakkin gengur líka út á það að vernda neytendur og hann opnaði líka fyrir þess að vernda neytendur. Orkustefna leiddi til gríðarlegra hækkunar og orku út alla Evrópu í kjölfæri Úkraínustríðsins og sýndi fram á það að þessi hugmynd á baku þessa stefnu er afleidd. Af hverju eru við að taka hann upp? Það var ekkert vandamál hér. Það var ekkert vandamál. En það var náttúrulega það sem gerðist líka, það sem gleymist líka er að Evrópusambandið stíga inn og veitti vernd. Það kom með endurgreiðslur til heimila fóra niðurgreiða og okkur algjörlega. Það bara settur ekki þak á rafmagnsverðið. Það er bara það sem við erum að benda á að það er að gera og það er heimilt samkvæmt henni og núna eru normenn að lofa því allavega. Þetta verður kosningamál núna í haust hjá. Það má náttúrulega segja úr því sem komið við bökkum ekki, við snúum ekki hjólinu við. Úr því sem komið orkupakkarnir eru orðnir staðreind og þá náttúrulega veldur hver á heldur að halda utan hagsmuni almennings gagnvart þessu og ég ætla þá bara að heita á neytendasamtökin að þau standi sig í þessum málflutningi. Og bara haldi því áfram vegna að það er alveg augljóst að stjórnvöldum er ekki treystandi. Þú getur ríkisstjórnir koma og fara og það er auðvitað óþolandi að svona miðlægir innviða hlutir skuli vera ofurseldir pólitískum sviftivindum frá einum tíma til annars og sitjandi ríkisstjórn frá einum tíma til annars. Það er óþolandi. Aðalfundur neytendasamtökuna í fyrra ályktaði þetta. Aðalfundur neytendasamtökuna nýloki núna í apríl ályktaði líka raforkuverð. Þannig að við erum að og við mætum í fjölmiðli eins og og sprengjum upp allar umræður. Við höfum ekki verið eins og gamla fólkið á elliheimilunum sem skammar fólki sem kemur í heimsókn. Það er eiginlega brekir eini maður sem haldið þessum sjónarmiðum á lofti. Það er bara þannig. Áframgang. Það ber að taka undir það meðan ef þetta er inn í 3. orkupakkanum þá er þetta óhæft. En sko aðalatriðið máls held ég að sé þetta sem að Breki bendir á að ef að það tekst að tryggja heimilunum í landinu aðgang að rafmagni fyrir sanngjarnt verð eins og segir í 3. orkupakkanum þá er í sjálfu sér ekki endilega áhyggjuefni almennings að einhver orka sé seld einhverjum svo fremur sem svo orka sé ekki nýtt til ítra hluta. Þetta er bara saman með fiskinn að svo lengi sem þjóðin fær afgjald fyrir notkun eða fyrir öflun sjávarfangs þá sanngjarnt afgjald þá skiptir svo sem ekki öllu. Við ætlumst ekki til þess að það sé einhver ríkis útgerð lengur sem að veiði allan fiskinn við segjum heldur ekki að það megi ekki vera að selja útlendingum fiskinn okkar. Það er verið að selja þorskinn okkar hér á uppsprengdu verði og við getum ekki verið að hneykslast á því. Við bara fögnum því leið bara svo lengi sem þjóðin fær sanngjarnt afgjald af exinu. Það er nú fleiri skafankar auðvitað á fiskveiðistjórnunarkerfinu því að sko það er náttúrulega engin nýliðun sem heitið getur í íslensku sjávarútvegi og ekkert raunverulegt atvinnufrelsi heldur. Þannig að kannski hefði nú verið bara ágætt að hafa bæjarútgerðirnar áfram svona upp að einhverju marki. Þessu sem þessi tveir eru að segja. Það skiptir engu máli hver rekur þetta. Ég meina þetta skiptir það máli. Það væri bara reglur hvað verði þetta verið til heimila
stofnana, þá getum við bara selt Landsvirkjun auðvaldinu og það skiptir engu máli þótt að séu bara 2-3 risastór fyrirtæki sem að drottna yfir sjávarútvegi, það skiptir engu máli við fáum bara afgjald að þessu. Þetta er bara stefna sem hefur leitt okkar heimsluta í stórkostlegan vanda, leitt til þess að ólígarkar, auðvasta fólk í heimi hefur yfirtekið stjórnmálin og ríkisvaldið meira og minna rekið í þeirra þáu. Þetta er bara stórhættuleg stefna sem ég vara við þessum tveir mennar að handa fram í einhverju nafni einhvern bónda og bæjarlæg. En telur þá að öll framleiðsla og öll atvinnustarfsemi eigi að vera á hendi hins opinbera? Líka bóndinum bæjarlægur? Nei, hver segir það? Nei, ég er að spyrja, hvað setur mörkin? Hvað er það sem á að vera í opinbera? Þú vilt selja Landsvirkjun og segir þá við Nei, þú leggur mér orðin. Ríkir ekki Kjötborg, spyr þú, hvað rugl er þetta? En erum við ekki sammála um það? Það er enginn að leggja til að sölu Landsvirkjun nema þú. Ég meina við hljóttum að vera bara sammála um það. Það eru ákveðnir þættir í rekstri samfélags sem eru miðlægir og innviðatengdir sem skiptir mála vel með farið. Það eru ákveðin svona fjöregg sem við eigum ekki að vera að kasta á milli yfir til markaðsaflana í trausti þess að þau brotni ekki á leiðinni. Þau geta nefnilega brotna. Og hafa brotnað og við ættum að læra af reynslunni í staðið fyrir að vera að tala um að henda fjöreggin í orkunni. Það spurning alltaf fyrir byrja ef ekki að taka það bara bankana, er það ekki bara eðlilegt að það sé grunn innviðakerfi og veitukerfi í samfélaginu? Eigum við að henda vegakerfin í hendunar á hinnum ríku? Eigum við að henda þessu öll í hendunar á ríku? Við eigum að ræða þetta. Já. Ég sammála því. Og fara að andmæla þessum góðsögum sem hafa verið staðið fyrir eyðingu byggða eins og komið fram í sambandi við kvótakerfið. Við staðið fyrir stórkostlegum samfélagsbreytingum gríðalegri valda mismunun. Við ætlum að tala um það, ekki bara um mismunun auðs, heldur mismunandi valda. Það sem við höfum að ræða fullir alvöru að meiri hluti þingmanna gengur bara erinda sjávarútvegsins. Það er auðvitað það sem við höfum... Ekki núverandi ríkisstjórn. Nei, en þeir hafa sín ítöku í öllum stjórnmálaflokkum, útgerður auðvaldið. Þetta er litla breytingar sem hefur verið að geta. Eins og einhver sagði, klisjan sem að mér finnst nú aldrei oft farið með, að markaðurinn er þarfur þjónn, en hann er afleitur herra. Og við megum ekki gleyma okkur alltaf í þessari markaðshyggju að það sé bara sjálfsagt og eðlilegt og eitthvað lögmál að allt eigi að renna til markaðarins. Það eru bara ákveðin hlutir sem við þurfum að vernda og halda utan sjálf. Ég var að meina að það vera auka strandið mjög mikið upp í 28%. Já, 28% tonn kannski. Já, ekki 28%. Það er sárabót til margra byggðarlaga sem hafa farið illa út úr þessu en eru með aðstöðu til, eru með bryggjur og jafnvel einhverja fiskvislur. Þannig að það er líka besti fiskurinn. Það má nú þakka Jóhannu stjórninni að hafa komið strandveiðunum á aftur. Já, Jón Bjarnason. Og ég meina... Þetta er besti fiskurinn, það var að hafa því í huga. Þetta er ekki ölmusugjöf eða einhver sárabætur, þetta er bara besti fiskurinn. Fyrir utan það að þetta snýst líka bara svolítið finnst mér atvinnumenningu, þið vitið. Að það megin bara fleira þrífast í þessu landi heldur stórútgerð og auðvaldsfyrirtæki. Það er bara menningarlíf. Já, menning og búskaparhættir. Já, algjörlega. Herðu, jæja, Alþingi kemur saman á morgun eftir langt páskafrí og er að tala um að það geti bara dottið á með málþófi bara strax á morgun. Það held ég. Ég svo sem veit ekki en fullt af málum sem eru mjög mikilvæg að komið þarna fyrir og mér langar að benda á til dæmis þingsályktunartillögu neytendamál sem hefur verið lagð fyrir trekk í trekk og ekki náð fram að ganga. Það er mjög mikilvægt að stjórnvöld leggi og Alþingi leggi áherslu á neytendamál. Það er engin stefna núna, stjórnvöld Alþingi hefur enga stefnu í neytendamálum. Það er engin stjórnmálaflokkur helgaður neytendamálum sérstaklega? Nei, það er engin flokkur neytenda ennþá. Ennþá, veitu? Það getur komið að því? Nei, alls ekki. Ég er ekki að búa það. En innan allra flokka eru samt sem áður þingmenn sem eru velviljaðir neytendamáli, það eru nú alveg ljós sko. En það er mjög mikilvægt finnst mér að Alþingi
nái að samþykkja þessa þingsályktunartillögu sem svona ígildi stefnumótunar Alþingis og sýni svo í verki hvaða stefnu þeir ætla að fylgja sér á bakvið í neytendamálum. En eins og við Neytendasamtökin hafa bent á í aðdraganda þessa er að stefna án fjármagns er náttúrulega bara draumórar og dagdraumar. Þannig að við teljum að það þurfi að fylgja kviði já, fé fylgja kviði þannig að til þess að ef það er í raun og veru ætlun eins og kemur fram í þessari þingsályktunartillögu að styrkja neytendamál þá er það sem er vel, sem við fögnum þá verður að fylgja fé. Hér inn fólk sem hefur unnið í neytendamálum. Ólína var í stjórn Neytendasamtaka. Já. Stýrði mörgum neytendaþingum. Já. Hér á árum áður. Já, en í gær var svolítið flott mynd í sjónvarpinu. Það sem sátu Trump og Zelensky þarna á miðju gólfinu og eitthvað sem kom í stólahandaði með byrja að tala saman. Ég veit ekki hvort þetta var uppsett svona eða hvort þetta var bara tilvíðun, ég veit ekki. Það ætla ég rétt að vona að þetta verði íkónísk mynd í framtíðinni. Já, vona það. Þetta verði svona ég veit ekki hver ég hef verið svona myndin af dyrunum af höfða sko. Ég sá þetta ekki. Sátu þér á gólfinu í ársins Nei, það komið sem stóla til það. Já. Í stórum sal eins og eru margir í Vatikaninu og svona þetta er mjög intímt svona intímt. Það sé bara í hvora öðrum. Guð láti gott að vita, segi ég nú bara. Já, þetta var mjög svona frett mynd, þetta er svona mikil frétt í þessari mynd. Og hver var hún? Hver var fréttin? Nei, bara fréttin er svo, ég er að segja, sko uppsettið. Svo en þeir voru eflaust að tala um... Þeir vonast til þess að koma einhverju góðir atburðir og eftir sem að setja merkingu í þessa mynd. Já, við erum að reyna að lesa merkingu í myndina, þannig að hafi verið að ræða lausn á Úkraínudeilunni. Og helvítið Putin. En er það eitthvað líklegt að það kom út úr þessu? Ég held að það hafi runnið upp ljós fyrir Donald Trump þarna. Já, voru það Rússar sem réðust inn í Úkraínu? Nú er þetta þannig. Já, hún sagði það ekki fyrr. Já, hún sagði mér þetta ekki. Og haldið að Bandaríkjaher muni þá fara inn í Úkraínu og verja Úkraínu? Ég held ekki sko. Ég held að staðan á vígvellinum er verið nákvæmlega sama þótt að þessi mynd hafi birst sko. Að Rússar eru hægt og bítandi að ná yfirhöndinni á vígvellinum. Úkraína er að blæða út eins og bentum við verið á árum saman. Þetta gæti ekki enda með öðrum hætti. Og því miður að þá verður er algjör hryllingur þar. Það eru heilu kynslóðnar horfnar. Stór hluti þjóðarinnar, eða stór hluti af sko yngsta fólkinu flúin land. Þetta eru þjóð sem að mun Ég er bara erfitt að sjá hvernig muni sko jafna sig að þessu. Þetta er algjör harmleikur. Og þannig er enginn ef ykkur að gæla við eitthvað sigur, eitthvað sko Vesturlanda eða það er ekkert slikt í boði. En hins vegar er náttúrulega mjög mikilvægt að takist með einum hætti að öðrum að koma á friði í Úkraínu, að vera að stoppa þetta stríð. Vissulega kann það að kosta það að Úkraínumenn verða að láta eftir ykkur landsvæði. Það sáu menn strax. En en aðalatriðið er að stöðva þetta stríð. Já, ég meina, ef þetta er kannski nýtt upp af eitthvað, þannig að ég veit að þetta var bara svona fréttnæm, flott mynd þessum tveimur mönnum síðan til þarna. En svo er náttúrulega hinn hryllingurinn og það er hryllingurinn á Gaza sem er náttúrulega farin að það er orðið þannig maður fann að veigra sér við að fylgjast með fréttum það vegna að þetta er yfirgengilegt sem að Trump og blindan og blindan þeim megin einmitt. Já, hann magnaði upp eiginlega þær hörmungar með sínum framlagi eftir að hann varð forseti með eins og við munum þegar hann byrsti þessar myndir þarna og stakk upp að því að bara allir palestínumenn eru bara fluttir burt. Þannig að hann hefur eiginlega orðið til þess að framlengja þessi tvö stríð sem að hann talaði um að hann myndi binda enda á fyrsta degi, bæði í Úkraínu og á Gaza. Einhver svona skilningsskortur algjör á bara því sem þarna fer fram. Það er eins og sé bara algjör blinda
hjá Bandaríkjamönnum. Það hefur nú verið lengi, þeir hafa vaðið inn í Afganistan í einhverju fullkomnu blindu og einhverju ofmati á eigið afl inn í Írak, eyðilagt Líbíu, þetta bara Víetnam, þetta bara algjör blinda. Í Víetnam, að þá kom okkur tímabil þar sem að þeir virtust alltaf að læra. Það hefur ekki orðið eftir Íraksstríðið, þeir virtust ekki alltaf að læra neitt. Nei. Og það einkennilegt að skuli ekki, alþjóðasamfélagi skuli vera svona gjörsamlega lamað gagnvart því sem að gerast núna í Palestínu. Það alveg ótrúlegt. Það skuli ekki vera hægt að stöðva þetta. En fyrst ef við komin þangað, þá það umræðan Ísrael og verið þeirra í Evrópu, eins og Eurovision og Þeir eru náttúrulega ekki í Evrópu. En það dregur svo fram eðli Ísrael sem náttúrulega, þetta nýlendu ríki, þetta eru Evrópumenn. Þetta eru Evrópubúar sem í rauninni hertaka þarna land í nafni gamalla póka og gamalla trúarbragða. En þetta er rauninni bara sambarilegt við Suður-Afríku eins og Ástralir eru í Eurovision. Já, eru þeir í Þeir eru komið í Eurovision. Þetta bara svipað við hefðum Suður-Afríku á apartheid í Evrópu. Þetta var okkar menn. Það náttúrulega svo sem líka ljótsaga í Ástralíu, saga hvernig komið var fram við þjóðurnar sem fyrir voru þar og eins og við gömum sáum í, en þetta náttúrulega fer einhvern veginn út yfir allan þjóðabalk og við erum að fylgjast með þessu núna þessa dagana og það algjörlega óbærileg tilhugsun finnst mér að vera bara deila sviði með þjóð sem að stundar svona lagað. Ég algjörlega sammála. Sem að fara að skemmta og þetta á að vera skemmtun, þetta á að vera gaman, en þetta ekkert gaman. Þetta finnst þetta engum gaman. Og ég bara skil ekki af hverju við erum að standa í þessu. Af hverju ekki bara búin til eitthvað svona þáttur hérna heima þar sem að fólk getur verið með eitthvað hopp og hí og haft gaman fyrir peningin. Já, ég sagði konun, af hverju ekki bara landshlutakeppni í sönglögum? Já. Í afturliti sögunar þá hafi verið gagnrýnt þáttaka margra í Ólympíuleikunum 1936. Þetta núna eins og að hefði komið keppnisveit út úr Auschwitz inn í Eurovision. Þú veist, 1936 það sá ekki allir fyrir yfirvofandi þjóðamorð og þann hrylling sem var að verða til í Þriðja ríkinu. En menn segja að við hefðum átt að fatta það. Núna erum við með, þú veist, bara eins og þetta verður svo, liðið kæmi bara úr Auschwitz. Blóðugt af þjóðamorðinu og ætlaði að fara að dilla sér upp á sviði. Þetta alveg yfirgengilegt. Ég bara alveg sammála því. En þetta var fínt fyrir nokkrum vikum með handboltalandslið kvenna þegar Ísrael. Það takluðu þetta vel. Það voru raddir það ekkert að mæta í leikinn og það mætt og við komum í veg fyrir Ísrael held áfram í keppninni og svo sína skoðun á ástandinu. Það var fínt En var ég búin að nefna ykkur með Höllu Hrund og samtök fyrirtæki sjávarútvegi, LÍÚ, Halla Hrund Logadóttir. Rættum aðeins áðan líka. Já, ekki alveg sammála Sigurði Inga. Nei, nákvæmlega. Að hann kom í kastljósið fræga, sem að Hanna Katrín Braskelstan og svo skrifar hún núna grein gegn því sem að formaðurinn hefur haldið fram. Já, mjög áhugavert. Lastu grein hennar? Nei, þið voruð að segja mér þetta núna. Mér finnst þetta bara mjög áhugavert vegna þess að þar eru þá komnar tungur tvær inn í Framsóknarflokkin. Framsóknarflokkurinn hefur nú lengst af verið mjög fylgitamur stórútgerðinni þegar kemur að þeim málaflokki. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá Halla Hrund þarna fyrir hvaða hóp talar hún innan flokksins? Hún að tala fyrir hinna nýju kynslóð inn í Framsóknarflokknum? Er nýju kynslóð í Framsóknarflokknum? Ég veit ekki, mér finnst þetta nú kannski benda til þess. Hún nú ekki komin að fótum fram, ung kona. En ég segi svona vegna þess að... Er hún í Framsóknarflokknum? Er hún ekki bara svona frambjóðandi sem að svo vildi til að svona setti sig á Framsóknarflokkinn? Mjög svo mikið af þessu nýju pólitíkur sem verður aldrei þannig á ég að fara fram fyrir Framsóknarflokkinn eða á ég að fara fram fyrir Miðflokkinn? Kristur Frostadóttir. Það nú alltaf þannig flokkarnir koma auga á efnilegt fólk og laða það til sín. En auðvitað, ég ætla henni Höllu Hrund það að hún
eigi málefnulega samleið með þeim flokki sem hún býður sig fram fyrir. Og mér finnst þetta góðar fréttir ef að ég hlakka til að lesa þessa grein. Mér finnst þetta benda til þess að sé þá nýr tónn og ný krafa að koma upp rödd hinnar heilbrigðu skynsemi í atvinnumálum Íslendinga. Ég bara vona það. Já, þetta getur endurnýjun Framsóknarflokksins. Ég hef stundu sagt sögu Framsóknarflokksins svona að Framsóknarflokkurinn spratt upp af alþýðuhreyfingu, samvinnuhreyfingunni. Varð síðan flokkur kommissarana í SÍS sem að vildu beygja samvinnuhreyfingin undir sig. En endaði síðan að verða flokkur þeirra sem stálu eignum SÍS, Óla og þeirra félaga. Þannig að kannski einhver inn í Framsóknarflokkur sem segir að þetta kannski gengur ekki alveg sem stjórnmálaflokkur. Við getum ekki verið stjórnmálaflokkur bara fyrir 7, kaupfélagsstjóran í Skagafirði og stórútgerðarmenn á Höfn í Hornafirði verðum að finna einhverja rætur og alþýðu og það vonandi því að það margt fallegt í fyrri hluta sögu Framsóknarflokksins. Þótt að þessi síðari hluti þar sem að þeir eiginlega fara að þjóna þeim sem að náðu undir sig eignum samvinnuhreyfingana. Samvinnuhreyfingin, samvinnuhugsjónin góðra gjalda verð sem hugmyndafræði, fullkom. Náttúrulega mínar rættir eru allar Framsóknarættir, þannig að hjarta þeir alltaf af stað þegar farið að tala gamla Framsóknarflokkin, Á góðu degi getum við kallað þetta svona verklegur sósíalismi, að stofna kaupfélag. Já, samtakamáttur. En þess vegna þetta spurning, er að verða eitthvað svona tveggja turna talinn í Framsóknarflokknum núna? Er að verða einhver svona... Ekki turna. Já, ég meina, varst þú ekki að segja það að einhver hefði strax komið og bent á hana sem nýtt formannsefni? Hanna Höllurund, bara út af þessari grein. Maður Njálsson, hann segir það. Já, ég segi það gæti vel verið. Hann ekki framsóknarmaður, eða? Nei, hann svona áhugamaður stjórnmál og fylgist vel með. Nei, þetta hluti af því sem að gerast. Það ég var nú að stríða með Kristur Rúnu Frostadóttur sem að fóru að leita rótum jafnamennskunnar og ég VG að leita sínu rótum og nú Framsókn að fara að leita sínu rótum því að við verðum náttúrulega að fara að reita einhverju rótum, einhverjar hugmyndastefnu til þess að komast út úr þessu sem við vorum að ræða hérna áðan. Já, vegna þess að innihaldsleysi íslenskra stjórnmála hefur verið alveg átakanlegt síðustu 2-3 áratugina. Það íslensk stjórnmál bara lengi vel hafi ekki snúist nokkuð skapaðan hlut nema lýðskrum liggum við að segja og svona yfirborðslega umræðu. En í kringum svo ákveðna málaflokka eins og sjávarútvegsmálin og atvinnumálin okkar og núna væntanlega raforkumálin þá þegar fer að taka á almenningu fyrir að finna hvernig hagsmuna átökin snertir almenning sjálfan þá spá ég því að það geti kannski farið að verða svona meiri þungi í umræðunni að menn svona setja sig inn í einhverja farvegi sem skipta máli og ég vona að flokkarnir geri það en ég meina yfirborðsmennskan í stjórnmálaumræðunni síðustu áratugina hefur verið alveg bara áhyggjuefni og maður hefur bara verið að velta fyrir sér hvenær þetta myndi breytast og hvort. Hvað meinar þau með yfirborðsmennsku? Ég bara... Svo ég fer ekki að ímynda með bara það sem að mér finnst verið yfirborðsmennsku. Ég bara líktu tilbaka. Bara hvað hafa íslensk stjórnmál snúist? Meinar þau bara skiltin fyrir kostningar, það sem að mynda Bjarna Ben og traust eða eitthvað, stöðuleiki og... Bara kletturinn í hafinu og ekki bara best að kjósa Framsókn? Stjórnmál snúast held ég, byrðar og gæði að stjórnmálamenn í valda aðstöðu þeir útdeila gæðum og byrðum þeir sem sagt og skattarnir það eru byrðarnar og gæðin eru þá bara alls konar fríðindi og alls konar aðgangur að auðlindum, aðgangur að hinu og þessu og setja leikreglurnar setja þessar leikreglur og þetta snúast stjórnmál alltaf, held ég. Og auðvitað eru þau yfirborðslega vegna þess að þetta gengur náttúrulega út á að ganga í augun á fólki, ganga í augun á kjósendum, koma vel fyrir, láta fólk hrífast af sér og maður gerir það náttúrulega með því að vera hrífandi og margir eru hrífandi með yfirborðslegum brosum og yfirborðslegum orðafari og svona bara yfirborðsmennsku. Það fylgir óhjákvæmilega þegar við kjósum þessa kjörnu fulltrúa sem eru nokkuð skonar tákmyndir þá fyrir hugsjónir okkar og
og annars slíkt. Mér hefur fundist sko... Þannig að þetta er aldrei svona innbyggt, yfirborðsmennskan kannski pínlítið innbyggt. Hún kannski svolítið innbyggt, en ég meina þetta snýst yfirleitt bara mest leikjafræði og auglýsingamennsku. Já, nú ég er svo... Og hverjar hafa, tökum bara eitt dæmi, ekki það með sér neitt í nöp við til dæmis VG. Þetta flokkur sem kennir sig við kallar sig vinstri græn. Kennir sig við hugtaki grænt, umhverfismál. Hver er arfleifð flokksins í umhverfismálum? Nei, ég bara þetta einn spurning. Eins geti nefnt samfylkinguna, sem var nú minn gamli flokkur, sem lagði alveg gríðarlega áherslu á Evrópumálin. Hver er arfleifð samfylkingarinn í Evrópumálum? Hún féll frá stoppaði aðildarviðræður sem hún hafði sjálf komið af stað inngöngu í Evrópusambandið. Ég meina, þú veist, það er þetta sem ég á við. En ég skil yfirborðsmennsku núna, ef þetta pólitík snúist gæði og byrðar, að þá er það náttúrulega þannig að undanfarið svona 20, jafnvel 30 ár, hefur eiginlega ekkert verið rætt byrðar. Það hefur ekki mátt ræða skattlagningu og þegar að flokkar hafa verið að gera það líklega eða deila byrðum að tala inn í sinn hóp og sagt við erum nú með ráðagerður að leggja á auðlegðarskatt en mjög hóflegan og það er alltaf tillögur skattheimtu verið lagða fram eins og það sé raunverulega ekki neitt og oft verið alltaf að tala til dæmis veiðigjaldið og auðlindagjaldið sem núna sem að vegna þess að það er svona vinsælt af meðal þjóðarinnar og þjóðin alveg sammála því. En það er eiginlega enginn sem að þorir að fara fram og segja við verðum bara að skrúa ofan af skattaeyðileggingu nýfrjálsíkjárana. Auðvitað verðum við að hafa eignaskatta við getum ekki látið bara samfélagi leiða til þess að verði bæði aukin auðsöfnun örfára en líka skekkja í kynslóðunum sem að þessi afnám eignaskattsins veldur. Þannig að fólk kannski þegar börnin er farin að heiman milli 60 og 70 er skuldlítið og býr í góðum eignum á meðan að barnafólkið okkar kemur út stór skuld út úr skólanum af því að námslánakerfið er hrunið, kemur inn á allt og dýran fasteignamarkað og það er að yfirskuldsetja sig á meðan þau eru að ala upp börnin og meðan þau eru á jaðri vinnumarkaðarins. Þetta leiðir bara til svona rofs á milli kynslóð og eitthvað fleira sem við verðum að snúa ofan af. Erum við að ræða þetta í pólitíkinni? Nei, af því að við vitum það að Moggin og félagar eru svo klókir í því að leiðu segir að við erum að leggja eignaskatta á þá sem eiga svona meira en 250 milljónir í einni eign, að þá bara er ráðið á það að fara að tala bóndan og bæjarlækin og ekkjuskattinn og allt þetta og það bara að fólk gefst upp með þessu og líka stjórnmálaflokki sem hefur átt að segja þessu. Það er til bændur og það er til bæjarlæki og það er hægt að virka bæjarlæki. Þeir voru búnir að þeir fyrir löngu síðan. Og þurfti ekki á því að halda. En það stjórnmálafólki veit að líka ef ég stíg fram og tala til dæmis fyrir eignasköttum að skrúa ofan af þessum eyðileggingu nýfrjálsíkjárana að þá fæ ég yfir mig alla staksteina bæjarins. Þá er það bara linnur, ég held að í viðskiptablaðinu séu 7 nafnlausir dálkar til þess að grafa undan því fólki sem er að leggja til eitthvað réttlæti í samfélaginu og fólk áttar sig að því ef það ætlar að vera í pólitík og vera langlífi í pólitíkinu það borgar sig bara tala við ætlum að leggja á svona hóflega skatta. Því miður er þetta bara staðan og þetta finnst mér yfirborðsmennskan. Já, ég er alveg sammálaður og líka eins og bara það sé feimnismál að það þurfi að reka samfélag, að við þurfum peninga til að reka samfélag og við erum við sem erum þáttakendur í þessu samfélagi, við verðum náttúrulega einhvern veginn að leggja því til og það á ekki síst við öflugustu atvinnuvegina og þá þjóðfélagshópa sem að þess vegna er ég nú eiginlega ekki ég veit ekki hvort ég má segja, ég er ekki hlynnt tekjusköttum, ég vil bara eignaskatta. Þannig kemstu fram hjá öllu þessu skattsvika vesenni vegna þess að hvað gerir fólk við peningana sem það aflar, hvað kaupir eignir og ég held að þú myndir ná miklu betur utanum raunverulegar tekjur fólks með því bara hreinlega að setja neyslu og eignaskatta. Þetta er að eyðileggja húsnæðiskerfið okkar að þeir sem eiga eignir er að kaupa allar nýjar eignir sem koma og eiga fleiri og það er hellinga fólk getur ekki bara stóru fyrirtækin sem eiga þetta og stóru fjármagnseigendurnir heldur svona velstætt fólk sem á 3 og 4 eignir sem er að taka eignir sem við þurfum að halda sem heimili fyrir fólk og því svo fer þetta út á markaðin aftur okkur leigu og þetta er bara stórkostlegt vandamál sem að má rekja til breytinga á skattalögum 2004. Já, en
Þetta er rétt, en ég glimd einni setningu sem ég var búinn að taka til hérna varðandi LIU eða SFS. Ég las svolítið frá þeim og þeir segja einu stað. Varla, ég vera og mér var svo bara. Þetta er svona rosalegt. Nei, ég voru svo þau í minnum. Varla verður það raunin að ráðherra brjóti lög og baki íslenska ríkinu bótaskylda af ásetningi. Þarna er sem sagt bara LIU, bara hóta. Já. Að það verða þá bara málaferli út úr þessu. Ef að þeir haldi ekki sínu, ég get ekki lesið neitt annað út af þessu, var alltaf verið það raunin að ráðherra brjóti lög og baki íslenska ríkinu bótaskylda af ásetningi. Þetta er kunnulegt stef, sko. Það byrjaði að gráta og svo ferði að hóta. Þetta hefur alltaf gerst. En ég held að láta reyna þetta fyrir dómstólum. Nei, ég held ekki. Þeir unnu náttúrulega makrílinn, þeir unnu makrílmálið og fenguð þarna marga milljarða í sárabætur. Við heldum að við ættum makrílinn, þá hæstirtu var á því að útgerðarmenn hefðu gotið honum einhvern veginn, mættan. Já, það snerist það að þetta var ný fiskitegund inn í lögsögu landsins. Hvort að hún heyrði undir fiskveiðistjórnunarkerfið eins og aðrar fisktegundir. Það var svona prinsipspurning. En, Og þessi rök sem hefur verið að vísa hana til að þessi langvarandi útdeiling af kvótunum hafi skapað eignarrétt. Að það eru lögfræðingar sem hafa verið að undirbyggja þetta fyrir stórútgerðina og inn í Hæstarétti eru líka dómarar sem ég held ég hafi tekið undir þetta. Og því lengur sem þeim tekst að tefja það að það verði gerðar breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu, því meiri hefðarrétt skapa þeir sér og það er náttúrulega líka hluti af leikjafræðinni, sko. Já, og þá komum við aftur inn í þessa pólitík dagsins og þessar áhyggjur sem ég var að viðra hérna áðan í byrjun og ég ítreka núna að það er alltaf auðvelt að þvælast fyrir málum inn á þingi. Það verður að laga þingsköpin. Þetta gengur ekki að hafa þetta svona að lítill hópur, til dæmis eins og Miðflokkurinn sínum tíma, við skulum ekki fara aftur í þriðja orkupakkann, en að lítill hópur geti tekið þingstörfin svona í gíslingu alveg mánuðum saman. Og það er andstætt öllum anda lýðræðisins og bara andstætt þingræðinu. Og þetta er tiltölulega auðvelt núna að menn geta alveg út í það óendanlega liggur við haldið upp í einhvers konar gerfi samræðum með svona ansvörum og þetta verður þetta sýnir svo mikið virðingarleysi fyrir Alþingi og fyrir þingræðinu og fyrir þessum ræðustól sem að er mikilvægast í ræðustól landsins og þú átt ekki að fara í þennan ræðustólnum og hafur erindi og hafur eitthvað að segja sem að skiptir einhverju máli. Og þetta verður bara samfellt blaður. Og svo fara menn að verja málþófið með málfrelsinu. Þetta sé svo heilagt að það megi ekki hefta málfrelsi þingmanna sem er náttúrulega líka bara, þetta er náttúrulega bara fyrirsláttur. Ég tek bara algjörlega undir það verður að skerpa á þingsköpunum. Ég held þetta líðist hvergi nema á Íslandi. Ég veit ekki þessum mæli. Ekki þessum mæli og ekki þessum búningi. Líka spurningin hafið þið tvö sem er að setja þingi, hafið þið tekið þátt í málþófi? Nei, einu sinni gerði það reyndar einu sinni. Ég var rekin í það og en það var í fyrsta og síðasta skipt sem ég gerði það, vegna þess að ég skammaðist mín svo. Ég bara skammaðist mér þegar maður var komin upp í ræðustól og farin að ræða algjörlega óskylda hluti bara til að eyða tímanum og sína hvað maður væri flinkur að halda orðinu og ég skammaðist mín og ég tilkynnti bara mínum formanni á þeim tíma að ég myndi ekki gera þetta oftar. Það var einhvern tímann, við gerðum ekki, þegar ég var í þingflokki Samfylkingarinnar, þá gerðum við ekki mikið af þessu. Ekki mikið? Nei, við vorum, já, það kom fyrir að okkar þingflokksformaður, Oddný Harðardóttir, bað okkur að vera með kannski Pírötum eða öðrum í því að draga á langinn þingstörfin meðan væri verið að semja. Þá voru formin þingflokkana á fundi að semja og það þurfti að halda gangandi einhvern veginn
þinginu og það er píndu annað en málþóf þannig kaus ég að líta á það þegar ég tók þátt í því að og mér minnistætt að því það var mjög skemmtileg umræða að ræða við Smára McCarthy sem var þingmaður Pírata á þeim tíma, brilljant þingmaður við ræddum gerð ársreikninga í 3 korter held ég og Þú vel aðeins í því? Já, eftir þetta Smári vissi náttúrulega allt það eins og allt og ég gat alveg haldið áfram að rekja úr honum gardinnar gerða ársreikninga alveg. Það vildi svo til að núna bara í gær eða helgina þá var ég eitthvað að skoða Lyndon B. Johnson og svona var að velta fyrir mér akkur komum svona margar bíómyndir og svona endurlit á hans forsetatíð, svona eins og það eitthvað endurmat í Bandaríkjunum, ég veit ekki akkur ég byrjaði að skoða þetta, en þar kemur mér þegar hann að reyna að ná í gegn frumvarpi sem að John F. Kennedy hafði lagt fram réttarstöðu svartra að þá voru demókratarnir í suðrinu með málþóf sem að held ég hafi staðið í 83 daga og það tók hann þessa 83 daga að safna nógu miklu fylgi til að stoppa það. Og ég held að þetta sé regla sem víða, það möguleiki á málþófi. Það líka möguleiki í okkar það alltaf að tala þetta ákveð sem eitthvað svona það þóri ekki að nota það Nei, eins og það því algjör kjarnorkusprengja. Ég vil geta nota þetta þegar ég komin í minnihluta. Já, það einmitt það sem liggur undir. Og það auðvitað visst málþóf líka ákveðin réttur minnihlutans til þess að hafa áhrif á og minnihlutan á að hafa sín réttindi. En þetta svo stjórnlaust, þetta svo stjórnlaust. Já, þetta stjórn, þú nærð stjórn á þinginu með þessu. Já, þú nærð að tefja framgang, lýðræðislegan framgang umræðunar með málþófi, þannig að þetta var að vinna gegn markmiðum sínum. Pyrra ráðherrann. Þið gefið ekki þá mikið rök fyrir því að ef við erum að ræða hér raforkulög og þá tel ég alveg nauðsynlegt að þingmenn setji sig inn í málið á margan hátt, þetta menningarlega tengt og fleira, þess vegna ætla ég að lesa fyrir ykkur sjálfsagt fólk eftir Halldór Laxness sem ég tel vera svona mikilvægt atriði til þess að geta lagt á þetta. Þetta hafa menn gert, komið með eitthvað furðulegt. Já, en það var nú tekið fyrir þetta að það var sett hámark á ræðulengd, ég held að það sé, ég man ekki hvað það klukktími eða hvað og en í staðinn þá getur við farið í andsvör við ræðunni og Karl Gauti í Orkupakkanum þá held ég hann að vera að lesa bók sögu dráttarbrauta á Íslandi. Hann bara hélt áfram þegar ég var síðast þá endaði ég á að segja þetta og næsti kafli heitir þetta og svo las hann algjör ósýfni alveg ömurlegt. Skjótin einu málþófi sem lengsta ræða í þinginu þar sem að Jóhanna Sigurðardóttir reyndi að stoppa það skemmdarverk sem að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar það hetjulegt, reyndi að stoppa eyðileggingu verkamannabústaðanna. Eins og með Orkupakkann þá hefði hún betur hlýtt málþófarunum þar. En hún gerði það með einni ræðu þar stendur hún sjálf og setur sig að veði bara og í einni ræðu og talar allan tíman málið það munur á því að þegar menn að koma aftur og aftur í andsvör hver við annan veðrið og falskar tennur og eitthvað fleira sem málinu algjörlega óviðkomandi. Breki ætlar ekki að koma við neina andsvör í þessu. Ég nú að hjáta það ég bæði mikrodósa þegar að kemur að flokkspólitík og heimsfréttum að ég bara sóna svolítið út ég var vakinn og var pikkað í mig það alveg nóg að fyrir mig finnst mér að vafstrast í neytendamálum það alveg feiki nógu þar og stjórnmálaflokkarnir og alþingi getur rifist og deilt gæði og byrðar. En ertu ekki í sambandi við neytendaráðherra hverja sinni? Jú, Hver það núna? Það svo sérkennilegt að hér á Íslandi neytendamálaráðherra alltaf atvinnuvegaráðherra. Og það koma alltaf upp reglulega í það minnsta aðstæður þar sem ráðherra neytendamála þarf að vera í andstöðu við neytendamál af því að það þarf að taka tekur ákvarðanir sem varða
verðlagning á matvöru og til dæmis eins og í COVID þegar átt að setja sérlög til þess að vernda ferðaskrifstofur og gera ferðaskrifstofur að lánveitendum gera neytendur að lánveitendum ferðaskrifstofa gegn vilja þeirra, gegn lögum og gegn stjórnarskrá og þar var ráðherra neytendamála í andstöðu við neytendur og sem betur fyrir náðu við að hrinda því, reyndar ekki með málþófi heldur. Er þetta ekki verið að það litið á neytendur sem nytjastofn? Það mæta þannig aðgangi í pólitíkinni. Það kannski, það lítur svo á að slátræðin sé okkar helst í dýravinnur. Ég hef oft bent á það. Það auðveldara náttúrulega fyrir pilsugerðamenn að fylgja liðið það að gera pilsur heldur en að þeir sem borða pilsur fylgja liðið það að borða pilsur. Þannig að það ekkit óeðlilegt að sérhagsmunirnir nái saman. En ég hef líka bent á það í gegnum tíðina að sérhagsmunirnir eru allt of sterkir hér á Íslandi. Neytendasamtökin, við erum 6 starfsmenn, við veltum það byrja 100 milljónum á ári. Við erum með hérna í Borgartúni 24 í húsi atvinnulífsins. Eru á 35 á annað 100 starfsmanna. Sérhagsmunaafla á 5 hæðum á 5 hæðum og þau velta líkindum vel á 5. ef ekki 7. milljarð króna á ári þannig að það er bara gífurlegur aðstöðumunur og ójöfnur sem við þurfum að allan daginn að vera að vinna og ekki nóg með það heldur náttúrulega þurfum við hjá neytendasamtökunum að setja okkur inn í hvert einasta máli eins vel og við getum og við höfum ekki á þessum fjölda fólks að byggja þar. Þannig að það er verið að segja samstarfsfólk mitt á neytendasamtökunum vinna alveg gífurlegt starf þarna að sporna við fótum og spyrna við ágangi á rétt neytenda í gegnum tíðina og núumstundir. Og það er nefnilega svolítið einkennilegur kúltúr finnst mér í íslensku stjórnmálum að því þú sagðir að veri litið, varst það þú sem sagðir að veri litið á neytendur sem nytjastofn, að það er alltaf eins og almannahagsmunir og neytendahagsmunir séu svona aukreitis. Það er ekki fyrir með Evrópusambandinu sem að það er svo skipti engu máli. Einu hagsmunirnir sem máli skipta það er auðvaldið og atvinnurekendurnir sem að og þetta er eitthvað í kúltúrnum hjá okkur líka, þetta er eitthvað hugsanaskekkja. Já, við sjáum það nú líka í aðgerðum Trump, hann setur tolla hingað og þangað heldur að ríkin borgi það en átta sig ekki á því, það virðist ekki átta sig á því að það eru náttúrulega neytendur í heimafyrir sem borga fyrir þetta og við sjáum það sama og meðan á sama tíma við erum að væla yfir því að Bandaríkjamenn séu að setja á okkur tolla hér á Íslandi, þá erum við með tolla á hinu og þessu. Meðal annars er 67% tollur á frönsku kartöflum fluttar inn frá Bandaríkjunum. Þannig að við erum með tolla á og það er ekki verið að vernda eitt eða neitt, það er ekki eins og franska kartöflur framleitar á landinu. Þannig að við erum ekkert barnanna best þegar það kemur að tollum eða skilningi á því að það eru neytendur sem borga. Trump er svolítið svona eins og öfgasennaður fransnamaður. Já, þú sagði það. Þín orð. Það er alltaf lagi. Herðu, jæja. Heldur þetta að það sagði ekki Sigur Ingi að Biden væri svona fransnamaður, við finnum það. Já. Ég held að þessir ágætu herramenn myndi flokkast illa undir íslenska stjórnmálakerfið. Einhver sagði nú að þessi stefna Trump sem væri svona merkantílismi sem var uppi fyrir 150 árum eða svona. Já, einveldistímanum. Já, og þetta var svona að öll viðskipti væri svona zero sum, það er að annarkvort vinnur þú eða hinn. Það er aldrei neitt báðir agnast af samskiptum með viðskiptum. Þannig að það er nú held ég að sé ekkit vitlaus Heimurinn situr uppi með að manni 4 ári viðbót 3,5. Já, hann er nú farin að leggja drög að endurkjöri. Reyndar. Trump getur verið sonur hans. Putin gerði á sinni tíð. Þetta verið sonur hans. Sem tæki við. Sem hærið fram 28. Það er nú mjög líklegt. Ég hef enga skoðun á þessu. Það er líklegt. Ég get ekki... Fyrst annar og svo hinn. Fyrst Donald Yngri og svo Erik. Við þekkjum það í íslenski pólitík að pólitík gengur í ættir. Hvort hann gerir. Ég stend að því svona í pólitísku svona fréttamörsku að ég myndi ná 3 ætluðum
ég held að Una Torfadóttir sko, færi í pólitík, þá myndi ég ná þar 3 ætlum, ég hef ekki náði. Þú erum ungan þá, þannig að það er ég eldist líka. Já. En endum þetta það er Guðmundur Andri, Ólína og Breki, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir. Og hér eftir augnablik ætlum við Bræði að spjalla sennilegum pólitík. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, herðu, það eru farið frá okkur 2 hópar sem að við kallum þetta vettvang dagsins, þar sem við förum svona yfir fréttirnar og einhverjum vegna vorum við með 2 svoleiðis hópa í dag. Það er nú ekki vanalega þannig. Við tókum eitthvað málefni fyrir en... Já, en þetta var fínt fólk. Já, mjög. Og skemmtileg umræða. Já, herðu, nú er þingið að fara að byrja. Þú ert gamall þingfréttamaður. Já. Við ræddum aðeins hvernig það gæti orðið. Heldur að verði... Það er við erum í stjórnarandstöðu, þá erum við með Sjálfstæðisflokkinn undir nýju formanni. Já. Sem er nú verið að benda á að eigi einhverjum erfiðleikum með að ná svona flokknum undir sig. Já, ég held að. Hún hafi fengið ekki afgerandi kosningu, en vann samt. Og einhver orðaði svona við mig að nú er Guðrún alveg sveitt við það að reyna að ná flokknum undir sig á meðan að Áslaug Arna er bara í fríi útlöndum. Ég held að hann hafi verið í fríi útlöndum þegar þessi maður var að halda þennan fyrirlestu fyrir mér. Og hefði bara náðugt, fyrir þess að hún var bara að bíða eftir því að verk sem að væri kannski Guðrún og ómögulegt myndi reynast henni einhvers sonar fjötrufót. Mér veriðist svona síðast þegar þingi var í gangi. Þá virtist mér eins og hún hæfði ekki fullt tök á þingflokknum og það er svolítið mikið mál að formaður nái tökum á þingflokknum. Mér finnst eins og þetta, hún nýkjörinn formaður að þingflokksformaðurinn væri að koma upp í svona málþófi og mér finnst ekki nógu mikið stíll yfir þessu. Ég veist að Davíð hefði aldrei leyft þetta. En þau kannski horfa tilbaka og segja hvenær voru við síðast í stjórnarandstöðu, það var í móti ríkisstjórn Jóhannu. Já. Og þá var nú aldeilis málþófið og derringurinn, sko. Já, það var nú undir mjög sérstöku kringumstæðum. Þau voru bara móti, voru að verja, vildi ekki að Ísland færi reyna að stoppa aðildarumsóknina, þau voru að stoppa stjórnarskrána, þau voru að stoppa frekari hækkunir á auðlindagjöldum. Eina sem að vinstristjórnin náði í gegn var eiginlega bara hann algjörlega í upphafi sem hann náði ykkur í gegn. Og eftir það að þá tókst þau með málþófinu. Og maður ekki gleyma því að málþófið snýst að brjóta niður samstöðu stjórnarflokkana. Þannig að málþófið mun snúast, hefur einhver leyti snúist að flokki fólksins og svona fréttaflutningurinn. En ég spáði að það muni snúast meira að Viðreisn, þar sem að verður verið að reyna að halda því fram að þessi ríkisstjórn sé að
brjóta niður undirstöðu atvinnuvegina þegar það er óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum og þegar gæti orðið sko fækkun ferðamanna hingað, þá ætlaðu að leggja til komugjöld og þetta verður allt orðræða sem að verður til þess að kljúfa Viðreisn sko. Já, þetta það. Já, og það gerðist þarna 2009 til 2013, þá sást að sko samstaðan inn í flokkunum, hún brást náttúrulega hjá VG. Þetta er villikarta tíma. Já, en síðustu mánuðurnir hjá Samfylkinguna voru hryllilegir, sko, þegar það var kosið nýr formaður og hann var að reyna að gera eitthvað svona samkomla við stjórnarandstöðuna um að stoppa stjórnarskrána gegn vilja Jóhönnu og þannig að þeim tókst þetta ágætlega að eyðileggja samstöðu stjórnarliða. Ég reyndi að fá hann til okkar, Árna Pál Árnason. Er hann ekki eitthvað kommissari á EFTA eða eitthvað? Já, það er í starfi erlendis og... Já, þetta er alltaf kalla kommissara þegar þú ert komið í svona stóra stofnanir, þetta er ekki aðvirðingi þessu. Það myndi ekki samræmast hans starfi núna, það var að tala um pólitík, það verið bara baki. Ég reyndi. En það verður hann sjálfstæðisflokkurinn, en miðflokkurinn, hann er bara ánægður með sig einhvern veginn. Já, mér finnst svo skrítið með miðflokki, sko. Bergþór Ólason náttúrulega verið haldið sem flokki gangandi. Sigmundur Davíð er skrópakemlingur, við veitum það, en Bergþór er alltaf á vaktinni og hann verður ábyggilega ræðu kóngum þingsins því að hann er í öllum málum og tala mikið. Já, þetta er skrítið flokkur. Finnst þér ekki? Já, ég veit ekki alveg. Það var þarna þegar það var í aðdraganda landsfundar Sjálfstæðisflokksins, það var svona tómarum. Og meðan fannst svona að miðflokkurinn ætlaði sér að vera forystuaflið í stjórnarandstöðunni. En ég bara kannski fylgist ekki bara nógu vel með. Þetta aðalega verið svona fréttir af Snorra Másin, eitthvað að tala ekki að kynjafræðum og einhverjum beygingum. Og gegn sjálfum sér líka. Já, sjálfum sér, já. Hann gerði það alveg. Já, hann tók vitlaust dæmi, hann ætlaði að sýna fram á hvernig eignarrétturinn væri sko uppspretta allra góðra verka og tók dæmi af einmitt Nauga. Það sem var ekki bókasöfn og eitthvað svona. Ég veit ekki alveg hvernig hann rataði inn í þá braut. Þannig að tók allavega dæmi það sem að félagslega eign er augljóslega sko aflvaki og kröftugur og mikilvægur þáttur í samfélaginu. En hann ætlaði að hafa það sem rök fyrir að eignarrétturinn væri alltaf. Sýsti Sigmundur Davíðs, Nanna Gunnlaugsdóttir, hún sýnist mér að vera fínn ræðumaður. Já. Þetta lítur náttúrulega að vera fólk sem er alveg upp við að tala pólitík við aldursborðið. Pabbi er að vera í þingi. Jú. Framsóknarmaður. Já, einn af þessum sem auðguðust í stjórnmálaferlinum. Hann fór út úr pólitíkinni þegar hann kom með Kögun. Sem eins og Finnur Ingólfsson kom blankur inn í Framsókn en fór þar út auðugu maður. Já, það var út úr Seðlabankanum líka. Hann var stann á Seðlabankastöði. Já, hann fór þar út sko, en hann hafði auðgast á leiðinni. Já. Ég held að einhvern tíma átti hann allavega mælana, sem hittamælana heima okkur og hann hefur átt hitt og þetta. Já, sem að frumherji sem átti þetta, hann keypti það fyrirtæki. Já, og verið svona í business. Það fyrir lítið fyrir honum í samfélaginu. Já, en það er hann eiginlega svona, nafnaspyr ekki með sér svona góðan þokka, þú getur svona, það er sum sem að verða svona eins og vörumerki svona, Finnur Ingólfsson, Hannes Smárasson, þú veist, það veit ekki hvað hann er núna en einhver leiti Hannes Smárasson fengi einhverja merkingu, það kom ekki bara í áramótaskaupi. Ég vildi að vera eins og Hannes Smárasson, var það ekki einhver að við vinnum það. En það er svona nokkri sem að ég held að Finnur sé þannig, það er bara að bara hann er eitthvað hestaræktandi bara með fjölskyldu og hrossum, held ég held það. Eins og margir sem auðgast að þeir vilja búa á búgarði, eins og Ólafur Ólafsson sem þau vorum að tala um þá sem auðguðust með því að ná undir sig eignum samvinnuhreyfingarinnar, hann býr á einhverju búgarði í Suður-Fraklandi. Þeir eru ekki blankir, þessi strákar. Nei. En hann er náttúrulega, er það ekki helst eigandi Samskipa? Já. Og svo dæmi um það að öfugt við það, ég veit ekki, þetta fólk maður sér það svolítið í svona bandarískum svona bíómyndum og svona menningu, svona það var yfirleitt verið að ná peningunum
af þeim sem að fremja glæpi. En Íslendingar gerðu það ekki í rauninu. Þannig að Ólafur Ólafsson fór inn í satt á Kvíabryggju. En hann skerti það, auður hans var ekki skertur og meira þess að fekk hann sko tækifæri til þess að auðga, ná undir sig samskipum að nýju, þótt hann hafi tapað peningum á Kaupþing með því að gera samkomulag við Eimskip að okra á almenningi og það eru ábyggilega sko 10 milljarðar sem að fóru inn í þetta til þess að tryggja eign hans á samskipum. Þetta mál óafgreitt, ég veit ekki hvað það stætt í dómskjörinu. Nei. Það búið að fella máli niður? Nei, ég var ekki eitthvað svona hluta til sko sök einstaklingana. Það náttúrulega að því við vorum að ræða að þau sögðu að væri fyrsta verk ríkisstjórnar Bjarna og Sigmundar hafi verið að lækka veiðigjöldin. Það er ekki rétt. Fyrsta verkefni var að skerða framlög til sérstaks saksóknara svo hann gat ekki haldið áfram með mál sem voru til rannsóknar í hruninu. En hann hafði bara fjármagn til þess að klára þau mál sem höfðu farið inn í dómskerfið en gat ekki haldið neinu áfram. Og ekki ekki byrjað neinu. Þannig það eru alltaf verið stefna þessara flokka að passa það að saksóknari hafi ekki bolmagn til þess að rannsaka glæpi hinna allra ríkustu sem hafa lögfræði deildir til þess að verja sig. Halda aftur af samkynniseftirlitinu svo að það geti ekki varið neytendur fyrir samkynnisbrotum og hafi aldrei tækifæri eða kannski bara 10 ára fresti að kanna skipafélögin núna síðast þar að það voru olíufélögin þannig að samkynniseftirliti hefur svona getur rannsakað eitthvað að eigin frumkvæði 10 ára fresti. Þannig að þetta er alltaf verið hlutu, skattrannsóknin er alltaf hérna þannig að hún ræður bara við svona pípara og eitthvað fleira en ræður ekki við sko skattsökið það sem eru virkilega stór og mikil sem eru hjá þeim allra auðugustu. Ég man eftir norskri rannsókn, það nú eitthvað, alls ekki 15 ár síðan ég sá hana, sem að sagði að meðaltali að þá svíkja hinnir allra ríkustu svona 30% undan skatti af tekjum sínum, sem aldrei talið fram. Og þá er ekki verið að tala allar skattaglöfunar sem að fólk hefur til að fresta skattgreiðslum og öllu slíku. Herðu, þetta Miðflokkurinn er eitthvað, við erum ekki alveg viss með hvernig staðan hann er. Þú segir að Borgþór haldi hann svona gangandi, en að Sigmundur svona kemur inn með svona guðsugangi eitthvað tiltekið mál. Það stendur fyndin hefur ræðis. Hann hefur stokkið á þetta með leigubílana, sem hún finnst vera dæmi Nei, Sigmundur, hann stekkur inn í svona einstök máli, hann hefur nefnt það. Þetta sé dæmi að við verðum að sporna við hingakomu fólk sem er öðruvísum við. Meira. Hann er því. Framsóknarflokkurinn hann er bara í sárum, eða ekki? Framsóknarflokkurinn. Já, annað er ómögulegt. Bara í alvöru talað. Þeir eru bara að leita fjölinni, þannig að þeir, veist. Sigurður Ingi eini ráðherraflokksins og fyrir ríkisstjórn sem að slapp inn á þing, bara með naumindum. Hinn 3 fjallu og þeir fóru úr 13 þingmanninn í 5. Þetta er náttúrulega ef flokkun er ekki í vandræðum, sko, þá veit ég ekki hvað. Og þetta ófremdur ástand í leigubílunum er hans verk, hann breytti lögunum. Já, hann var eftir að halda því fram að lögunum hafi verið breytt svo mikið frá sér, sko. Í þinginu? Já, þetta sé bara alls ekki sér að kenna, sko. Hann var að verja þetta væri eðlilegt skref í frjálsræðisátt. Já. Það var Ólína sagði áðan, sko, við snúum ekki hjóli tímas við. Mér langaði andmæla því auðvitað þurfi í sumum tilfellum að gera það. Þetta er dæmi það breytingar sem hafa verið gerðar sem eru afleitar. Eyðilegging verkamannabústaðan er dæmi afleita breytingu. Við erum bara að snúa hjóli. Við erum að fjalla náttúrulega gerðir gerðarsins, sko. Já. Og þetta, ég man alveg eftir þessu að það var vara við þessu stöðu sem að kæmi upp ef þú bara opnar, allir getur fara að gera leigubíl, þá eru bara situr í 3 tíma fyrir utan lyfstöð í vonum að fá eina ferð í bæinn og enginn getur lifað af þessu leiði til þess að það einhverjir kallar sem eiga bara 50 bíla og eru með fólk sem að er á jaðri vinnumarkaðarins sem vinnur þar í einhverju harki, er ekki með eina tryggingu og slíku. Peningarnir og þeir leggja á það, þannig að þeir hafa það gott, einhverju kallar sem hafa 50 bíla, þeir sem að vinna hafa það ekki gott, þetta er ekki betra fyrir almenning, neytendunar.
Þannig að þetta var allt varað við þessu öllu. En hann segir, Sigurður Ingi, að það hefði verið lögin en svo hefði mátt sko ganga betur frá einhverju svona eins og reglugerðum og öðru slíku. Þannig að þetta hefði verið svona hálfkarað. Mér heyrðist það verið að segja það líka. En hann var ekki alveg sterkur í þessari vörn þessu mál. Nei, ég tók það nú. Ekki frekar að í Kastljósinu, hann eitthvað... Hann á tögum? Nei, ég veit það. Nei, hann bara... Þetta hann í flókinni stöðu, eins og þetta segja. Þetta hlýtur erfið staða. Flokkinni í alveg hryllilegri stöðu og kannski við getum verið að bessi vissir að stjórna og sagt hvernig hann eigi að leysa þetta, en ég meina þetta er flókin staða. Já. Og þú getur kannski séð fyrir þér lausnina, en þá er þetta aflæni fylgis og það getur verið að inn í flokknum sé fólk sem vil ekki styðja þetta þó það telji þetta sér ágætis mál vegna þess að þau vilja frekar íta undir sko formannaskipti og þannig að það getur margt gert inn í þessu flokkum. Já. Ég held að VG sé líka í rosalegri tilvistakreppu sko. Það lítur bara að vera. Já. Þetta var nú alveg róttök þetta fengu. Já. Þannig að getur ekki hann að verið en að þeim sem bara ábyrra flokknum líði veru lítla. Já. Þau eiga valla fyrir húsalegu held ég. Já. Og Píratarnir náttúrulega, veit ekki hvað verður þá. Mér finnst það ekki alveg gefið að þessi flokkar muni bjóða fram í sveitarstjórnarkosningum. Nei. Þó svo að það sé hlutin í VG sem telja að vera bara lykilatriði að bjóða fram í sveitarstjórnarkosningum og ná árangri, að það geti orðið viðspyrna til endurreisnar flokksins. Það veri ég ekkert vissum að bara sá kostur sé einfallega í boði, sko. Nei. En sósíalistaflokkurinn? Í sveitarstjórnarkosningum, það var fundur á föstudaginn, sem að til undirbúin í sveitarstjórnarkosningum. Og það er náttúrulega flokkur bauð bara fram í Reykjavík síðast. Ég held að sé eðlilegt að skoða Hafnarfjörð, Kópavog, Reykjanesbæ, Akureyri og svo býst við að sé bara verið að gera það. En mér finnst varandi alltaf að horfa til hvað Píratar og VG er að gera. Mér finnst mín vegna mætti alveg vera þannig að sósíalistar bjóðu fram í Hafnarfirði en Píratar og VG ekki. En svo móti þá bjóða Píratar fram í Kópavogi og VG í Mosó eða eitthvað. Þetta er bara, ég er ekki alveg inn í þessu sko, en ég er bara að tala um svona fréttaskýrandi. Það er til alls konar svona útgáfur af svona, það sem er mat á einhverju svona stöðu sko, að ég menna eins og í Hafnarfirði þá voru bæði Píratar og VG sem buðu fram og náðu ekki árangri, en ef þú myndir setja saman fylgið þeirra þá hefðu þau náð manni. Ég held að það sé Píratar duttu inn naumlega inn í Kópavogi. En VG er hvergi nema í Reykjavík, en buðu fram, ég held í Mosó, Kópavogi, Hafnarfirði. Buðu fram í einhverju svona samfylking, með Lillstaff í Reykjanesbæ held ég. Píratar eru með, komst hún ekki inn í Árborg? Ég menn ekki. Já. Það og mælingar sína það að sósíalistar standa mjög vel í Reykjavík, en Píratar eru bara... Píratar á Selfoss, já? Já, í Árborg. Já, og ég held að þessi meitmann þar. Ég held að þessi meitmann þar. En Píratar eru með 3 í Reykjavík núna, en mælast með svona 1 inni í könnunum bæði á Gallup og Marskinu. VG er ekkert að vaksa. Nei. Það er mikil vinna framöndan hjá fólkinu. Ég myndi nú vilja bara umræða verkefni í sveitarfélagina, hvað það er. Því að þú veist að kannski komin yfir í svona smærri byggðarlög, að þá er kannski svona flokkapólitíkin á minna heima þar. Þú veist, það er bara einhver tiltekið verkefni sem að fólk næsir saman og það er oft bara gjöful svona bæjarstjórna og sveitarstjórna framboð sem hafa verið eiginlega til hliðar við flokkakerfið eða þá að flokkar hafa stutt. Það er náttúrulega Reykjavíkurlistin besta dæmið og það er leifar af því víða land, Garðabæjarlistin og Ísafirði og víðar. Ég hef svona grunum að samfylkingi lítið svo á að hún sé komin á það svona stig að það sé tími til þess að yfirgefa þetta og bjóða fram dregið nafni í öllum þessum stöðum.
og ég ekki á því að allir sem hefðu viljað kjósa sko sósíalista, pírata eða VG lítið á að Samfylkingin sé endilega sko, því að Samfylkingin náttúrulega mjög hægrisinnaður flokkur, alltaf til í eins og heyrðir ég ákvöfti andra sem ég var að reyna rekjan með eitthvað laus, þannig að væri til í að bara einkaaðilega væri að reka þetta svo framalega sem að væri undir einhverju svona opinberri stjórn, það skipti ekki, rekstrarformið skipti ekki máli og útvistunin og ég meina Samfylkingin í Reykjavík hefur alltaf verið sko hægri hluti eða undir degi var alltaf svona hægri hluti Samfylkingarinnar. Þannig ég ekki viss að kjósendur þessara þriggja flokka myndi sætta sig við að eini valkostur væri að kjósa Samfylkinguna, þannig að ég geti trú að mætti endurvekja. Það er annað form að búa til Garðabæjarlista, þar sem að væru fulltrúar frá þessu þremur flokkum. Þannig að ég er bara spennandi að fylgjast með þessu, hvað fólki sem er að starfa í þessu, hvaða niðurstöðu þeir komast á. Og gefa sér tíma til að vinna í þessu. Erum við að rætta þessu? Já, við erum að rætta þessu. Voru 6 gestir sem komu hingað, við rættum fréttir vikunar. Svolítið merki þess að þingið er búin að vera í hléi, en þingið byrjar á morgun. Þetta eru mjög skemmtileg mál, svona fínar umræður. Og við rauðaborðið verður hér á mánudaginn og við munum fjalla pólitíkina þar eins og við gerum vanalega. Þetta er vikan þar sem að er 1. maí á fimmtudaginn, kannski drögum við inn svolítið verkefnisbaráttunina inn í umræðina sem verður framundan. En þetta er komið gott hjá okkur á sættinum sinni Egils, Sigurjón Magnús og Gunnar Smári kveðja og þakka Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem að hafi staldrað við og hlustað eða hort. Þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðla og það sem meira er að þið hafið eiginlega byggt upp dreifikerfið. Því að dreifikerfi samstöðarnar er ekki byggt upp af auglýsingum, við höfum ekki efni að auglýsa, það bara byggist upp af góðri afspurn og það er mikilvægt að þið hnippið í vinnu og vandamenn en þið sjáuð eitthvað efni sem ykkur finnst áhugavert hér, þannig hefur dreifikerfið byggst upp, þið getur bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarsveitum, við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja útvarpssendingar á spilarann. Spilarinn.is er á netinu, svo er Spilarinn líka app sem á maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net, við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það er númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, við erum önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þessu þætti og í rauðaborðinu og öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram eru sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Það kostar bara 2.750 og þú getur slegist í hópinn með að fara inn á samstöðun.is. Það er nappur sem ástendur áskrift og það getur þú skráðið og ég hveti til þess að gera það. En við þökkum bara kærlega fyrir í dag, njótið þess sem eftir af helginni og takk fyrir í dag.